Ég held að sé ekki nein von í öðru en að byrja hann þátt bara sem fyrst. Hafa þetta stutt. Við tókum góða yfirferð á heimsleikana 2018 þar sem Björgvin lenti í 5. sæti og að sjálfsögðu heimsleikana 2019 sem eru ný yfirstaðnir og Björgvin Karl tryggði sér 3. sætið. Það sem hann á heima að mínum mati. Það hefur greinilega vantað eins upp á trúna síðustu árin eins og kemur fram í þættinum. En núna hann fullur sjálfstraust upp á þessum blessaða palli og gerir tilkall í sætin 2 fyrir ofan hann. Kominn tími til. Björgvin var fyrsti gesturinn í þessu hlaðvarpi. Hefði viljað kynnast honum betur sem íþróttamanni og fá innsýn í hugarheim gæja sem að æfir 2-3 sinnum á dag og hefur aldrei misst úr æfingu á ævinni, að mæli ég með þeim þætti. Hann númer 1. Sá þáttur var tekin upp áður en heimsleikarnir 2018 fóru fram. Eins og við útskýrum í þessu þætti þá var ég í ákveðnu aðstoðarhlutverki yfir þá leika og tók upp myndband af Bjögga þegar hann kláraði maraþonróðurinn ógurlega á fyrsta degi heimsleikarna 2018. Ef þú ert að hlusta á þáttinn þá ertu ekki að missa neinni rosalegri sjón þar sem ég þorði ekki að halda upp í símanum og taka upp andlitið á bugaðasta manni sem ég hef augum borið. En hlusti bara á tónin í röddinn hans. Elsku drengurinn á jafn erfitt með að bæla niður gráturinn og þetta 165 kg clean á leikunum í ár. Já. Þú veist, hjartslátturinn var ekki hálf sko. Ég var svo fucking líkamlega. Jesus. Fucking grist. Klárum við. Það bara rest nú að fylgta morgun. Þetta var epískt moment. Ég hef aldrei séð nokkurn mann falla svona saman andlega og líkamlega, klálega, bara allt saman. Þetta bara sálinn hvarf sko. Ég vildi allavega að þið væri búin að heyra í manninum við þessar aðstæður áður en við tölum þessa æfingu í þættinum sjálfum. Við förum svolítið ítalega út í þetta en það var þetta bara, þetta uppáhaldsmoment mitt frá CrossFit leika sögu Björgvins. Þátturinn í boði Safran. Þið eru vonandi búin átt ykkur á því að slá inn afsláttarkóðan Snorri í appinu og þar með fáið 25% afslátt af ykkar pöntun. Tandoori grillaður kjúklingur, bleikja, vefjur, borgarar og bökur á 25% afslætti. Finnst þið svo ég þurfi ekki að tala lengur um þetta mál? Mér finnst þetta vera bara útrætt. Hendið ykkur í Safran appið og pantið ykkur píri kjúkling með píri sósu. Ekkert eitthvað, ég borði ekki sterkt, þú veist. Þetta er besta sósa í heimi og sásökin sem fylgir að borða sterka mat partur á upplifuninni. Afsláttarkóðinn Snorri í appinu fyrir 25% afslátt. Nú eru örfáir dagar í Reykjavíkumaraþonið. Hver veit nema að ákveða að stytta brautina ennþá meira frá því fyrra. Það verður skemmtilegt. Ef þú þarft eitthvað fyrir hlaupin eða einfallega fæturna þinnar, þá mæli ég með því að kíkja í eins og fætur toga. Þú getur einnig skoðað vöruúrvalið þeirra á göngugreining.is og nota afsláttarkóðinn Snorri með litlum stöfum fyrir 15% afslátt. Skór, fatnaður, kolvetnagél, göngugreiningar og innlegg, eða með öðrum orðum allt sem þú þarft til að hlaupa hratt. Ég mæli með Kompressport vörunum þeirra, elskaða stöf, kálfahlífarnar og kompressumbuxurnar og bara þetta allt saman. Hágæða vörur, mæli með. Eins og fætur toga eða göngugreining.is. Þátturinn í boði upplýsingatækni fyrirtækisins Origo. Origo hefur staðið þétt við bak þáttarins og skráð í Kauphöll Íslands. Þau mega vera stolt af hvoru tveggja, en ef þau mættu bara vera stolt af öðru hvoru myndu þau líklega velja Kauphöllina. Origo einfaldar líf og dagleg störf viðskiptavina sinna svo þau nái betri árangri. Þetta ekki bara göfugt markmið heldur mikil áskorun. Geri ég ráð fyrir. Ég bara geta mig til erfiðleikastigið á þessari starfsemi. Ég vinn ekki þarna. En eitt víst að þau standa í fremstu víglinu upplýsingatækni fyrirtækja landsins. Þetta gera þau með sérþekkingu starfsfólks, hugbúnaðarlausnum, kerfum, búnaði og góðri árshátíð. Björgvin Karl Guðmundsson, innilega til hamingju með 3. sætið á heimsleikunum í ár. Þú ert vel að þessu komin og mikið var gaman að spjalla við þig daginn, veginn og CrossFit. Byrja það sem enduðum síðast. Hvað enduðum síðast? Ég held að við höfum stoppað sko fyrsta podcast Snorra Björns. Snorra Flotta, þitt fyrsta. Við stoppuðum það fyrir svona 15 dögum fyrir Regionals 2018. Já, og síðan tók ég viðtal við þig aftur eftir Regionals þar sem þú varst búin að fokka upp og... En svona einum degi eftir að, eða svona kannski 2 dögum eftir að ég var búin að vera hér, þá hann að small í nénu. Já, sem var ástæðan fyrir að þú varst í 5. sæti á Regionals. Já. Það var skemmtilegt. Já. Herðu, en ég verð alltaf að byrja að óska þér til hamingju. Takk hérlega fyrir það. 3. hraustasti. Once again. Third fittest. Third fittest. Eru að lifa þetta aftur núna? Eru að fá þetta svona
Já, það er eins og 2015 2015 var samt svo sko, ég ætla að segja núna hafi þetta verið verðskuldað þriðasæti Já 2015 var þetta líka verðskuldað en það var það bara svona hvað gerðist Ég man eftir því þá við vorum eitthvað svona að tala við Erik þjálfarinn á þeim tíma var bara svona eftir fyrsta daginu games þá herðu, gamli við vorum upp í stúku skilur að horfa á eitthvað event hérna, við ættum svo að fara að ræða það hvernig við komum í top 10 Já skilur og svo enda þetta í þriðasæti skilur Einmitt. Það var hungur þá en ok, sant, að hugsa svona herru, top 10 Já. Það er alveg game changer að vera gæinn sem var að reyna að komast á games versus bara svona, ok, komin á games ég á heim í top 10 Já, bara svona ég veit samt ekki, það var náttúrulega alltaf hvað ég segja, 2014 skilur það var maður bara way off 2015 að þá fannst manni eins og við tölum síðast kannski að það fannst manni sem að væri svona ætti heima þarna núna en það væri ekki bara eitthvað heppni að komast inn á games Já, nei, nákvæmlega þannig að það var svona, fann maður strax fyrir hungri bara árinu eftir og að sjá top 10 var svona, það er geðveitt að vera top 10 á games Eitt sem ég gef Erik sko er að eins fynding karakter og hann er og mikil steik satt best að segja þá þú ert alveg sammálaði þetta er bara one of a kind gæi hann er mesti tím Björgvin Karl sem við veitum Já, mér þykir mjög vænt það sko að hann sé svona mikill fanboy í rauninni en þú veist líka hann á ímanni ímislegt skilur Já, helling kynntist honum mjög snemma skilur 2012 og kendi weightlifting sem var bara á þeim tíma svo 2012 ef var skóður í weightlifting bara olympisk liftingum það varstu bara alveg ágætur í crossfit enda Fraser kemur inn í þetta bara með olympiska liftingagrunn og þurfti það bara að vinna í conditioning og fimmleikaæfingum og var það bara bestur í heimi og búin að vera skilur síðan 2014 eða 15 Já, það er gaman að sjá sko hann alltaf peppar BK Já, það er mjög næs og eins mikið hann drullar yfir aðra sko Já, líka yfir mig núna eftir games núna sko Nú, hvað já, það er bara eitthvað herri galli, ég var að pæla í þessu voti þarna þú verður að muna að þú verður að taka meiri sénsar sko Í alvörinni? Já, það er enda alveg satt það var satt og þetta er kannski ekki eitthvað sem að þjálfari myndi segja kannski beint eftir games við þig þegar þú endar á pódium en hann var bara, kom bara sendi bara message bara til hamingju en ég var að pæla í þessu voti hér það hefur átt að taktu sjensina skilur þarna hefur getað náði $1,000 viðbót lent í öðru sæti í þessu voti sem hefði þýtt það að þú hefðir verið nær öðru sætinu en sem var alveg satt og alveg fínt að heyra gaggrinni þó að þetta hafi verið gefið mót og allt það er samt mjög næs að heyra bara svona, já ég veit það er fullt af hlutum sem hefði getað farið miklu betur og líklegast hjá öllum öðrum en ég tengi samt strax við það er ekki eins og ég hugsa, nei ég var bara þreyttur það var bara svona, já ég veit ég hefði átt að gera það Já, ok, hvað vot er þetta? Þetta er hann að pegboard og hann að split snörunin og split clean and jerkið og þú veist, þetta var þannig að þú gerir 10 split snatch og 10 split clean and jerk skrítið og ég læði dumbbelli niður í síðustu umferðinni áður en ég fór í clean and jerkið hann sagði bara, hefði bara að taka séns það var engin fyrir aftur þig, eina sem hefði getið gert var að ná öðru sætinu, okkur tókstu bara ekki sénsinn þó hefði feilað, þá hefði engin náðir Varst það að reyna að vera taktískur? Ég veit það ekki já, og bara svona ég var bara svo mikið að hugsa hvor fóturinn á að fara fram með við hendina það var alveg svolítið skrítið sko. sérstaklega þegar þú geði þreyttur og þá svona spyrir bara rugl eitthvað og síðan kemur upp hugsunin bara svona tökum smá pásu og það var ekkert mál bara, já, tökum bara smá pásu leggjum bara loða aðeins niður og það er bara svona, vonum bara hann feili, skilur núna af því að hann sér að ég er að koma, hann á eftir að stressast upp og gera eitthvað, það var kannski pínlítið það sem maður hugsaði, sem var kannski ekki rétt hugsun en það sem maður hefði kannski bara átt að go unbroken og sjá svo bara til, skilur sagði hann eitthvað meira með eitthvað annað vod já, eða bara, var hann með eitthvað pælingar var hann til annarsæti til dæmis nei, eða pallin bara in general já, hann var meira bara svona að segja, skilur núna er komin tími núna ertu orðin það góður skilur að þú mátt alveg við því að taka þessa sjensa að því að á þessum tímapunkti þú ert oft í þeirri aðstöðu að þeir eru búin að skilja gaura eftir þeir
fyrir aftan ykkur Já. og þið eru svona batla fyrsta, annað, þriðja sæti Já. og þá það sem að vinnur þau vot að hver tekur sénsinn hver að peysa þetta best en getur átt mest í lokin og alls konar svoleiðis þannig að það var það sem að var svona meira að þetta þurfi kannski að verða aðeins meira svona step up Já, að vera bara svona keppa þarna undir lokin Já, og bara svona vera actually bara ok, nú let's go, skilur Já, það er náttúrulega líka það sem maður vill alltaf sjá sko, það var alveg nokkur moment í ár þar sem að þið voru fremstir sko, og voru alveg svona að íti hvern annan sko Já, klálega, og ég hugsa svona yfir höfuð að þá hafi þetta verið svona við vorum svolítið að brúa bilið í Fraser Ekkert smá og þó svo já, í rauninni erum við bara að brúa svolítið bilið menn hann var ekkert að standa sig endilega geðveikt vel í hlaupunum eða hann var ekkert komin með 200 stiga lít fyrir laugardaginn eða sunnudaginn eins og hann hefur aðgert Já, það byrjaði sunnudaginn bara í öðru seti Nóa var bara fyrstur og fyrsta eventi á sunnudaginu var sundið þarna og Nóa vann hann, ég vann hann í sundinu og því og maður sá alveg á hann hann var alveg helvítið stressaður sko Er það? Já, Þetta nær til hans? Hann var bara ok, let's go núna, skilur það er ekki séns og svo bara það sem eftir var af sunnudeginum kláraði hann bara, skilur Já. Hann var bara, það skildi Nóa bara eftir sko Hvernig var það að sjá Nóa í hvíta bólnum? Leader jersey Það sést sko Nei Það svona, hann hefur alltaf verið nógu líkamlega góður en það hefur alltaf eitthvað gerst á games sem hann næri ekkert að recovera frá það menn ég að hann hefði alveg getið gert það en bara höfuðið á honum, hausinn á honum er bara svona hefur verið svona freka weak hann hefur bara svona byrjað greinilega að tala niður til sín og svona yfir helgina og það hefur bara gert illt verra sko en núna hélt hann bara haus allan tíman var fáralega góður og hann mjög lengi í fyrsta seti það var bara allan laugardaginn eða eitthvað og bara snemma á föstudeginum eða eitthvað og svona bara leit mjög vel út sko Var hann ferskur baksviðs eða? Mennur, góðu brandararnir sem hann er alltaf Nei, hann er ekki ságæi, hann er ekki svoleiðis ferskur en var einhver svona tókstreita baksviðs út af því það var ekki allt eins og það átt að vera Fraser ánáttúrulega verið í fyrsta Já, og fyrir það sem ekki vita Fraser í einhverju svona venjulegum ból og svona Fraser það var ekkert hvítur, bara eitthvað lítir það var bara Nóa Olsen í lítirsjört bara alla helgina eða sko. Þið eru öll saman inn í einu er ekki eins og þetta var í fyrra þið eru öll bara saman í einu bakherbergi þarna og allir einhvern veginn svona finna sér sitt spot bara þið eru ekkert útlutan einu svæði en það finna sér allir svona eitt bara svona kamp til þess að vera á Já, það er svona tekið eitthvað hotn hér og það er hotn þarna og svo erum við með sko svona athlete area það sem maður er með svona chill svæði og ég er bara með minn svona locker og bara getur unni verið að chilla en það sem að núna er það er bara svolítið stutt á milli íventa og vilt bara vera á uppbytunarsvæðinu það uppbytunarsvæðið er bara eins og þú myndir taka bara Bauhaus og emptya það bara alveg uppbytunarsvæðið er svona cirka stórt og það þannig að það er no pláss fyrir alla og maður vill bara svona vera þarna skilur aðeins að chilla og stúrt ekkert mikið að ég sest ekki til hérna Fraser og fyrir að spjalla við hann sko Nei, hann er líka ekki sá gæi eða hvað Nei Hann lætur svo svolítið hverfa Já, hann lætur sér hverfa sko en hann er samt sko greinilega þegar út orðinu svona verður anstæðingur þá byrjar hann að spjalla við þess að núna í ár hefur hann aldrei talað mikið við mig persónulega það er bara svona hvað erum við að fara að gera hann svona hvað ætlar að gera næsta og þetta er að spyrja mig svolítið sko hvað ert þú að fara að gera og hvernig ætlar að gera þetta og svo svona svona þess að mingla sko sjá hvað ég er að fara að gera og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, svona til þess að hann fái hugmynd hvað hann þurfa að gera Shit En það fer alls ekki kannski að því er Íslendingur og ég skil bara ensku eins og ég skil ensku ég skil ekki ensku með einhverjum svona attitude skilur, hann er kannski að reyna að geta þetta að sæka mig og ég svo svara ég honum bara ekki eitthvað venjulega Hann reyndi að sæka þig en þú bara skildi það ekki Nei, ég er bara svona, hann er að reyna að sæka mig en ég skil það sem hann er að segja en ég svaraði bara skilur þig, hann nær ekki til mín neitt sko en hann nær til, bara eins og Nóa Heldur það? Já, bara 100% sko, þetta sjá, hann varð bara allt í einu bara geðveitt svona, eftir sundæmið og fyrir síðustu votin sundeginum, þá var hann bara quiet Fraser? Nei, Nóa af því að hann var orðin greinlega bara svona hel stressaður, skilur Að Fraser væri bara elda Já Auðvitað Pældi í taugunum sem þú þarf til að vera þarna á toppnum og vera bara, herru, ég er fremstur
og hinn sem fyrir aftur mér ekki að hlaupa með mér þeir eru bara að reyna að ná mér Já, og ég ætla bara að reyna að ná eins miklu forskot á það og ég mögulega Ég veit það, þetta var bara nákvæmlega þannig sko Og svo bara eftir skilur að við komum inn í votum við 2 á sundeginum hvort það ekki verið þarna pegboard dæmið það var hann held ég komin með bara hann var alltaf mjög nálægt honum Já, og það var auðveldar að saksa undir lokinu þeir eru bara 10 eftir Já, og þá eru stigin orðin svo mikil á milli sæta Já, skilur það breytti öllu Já. fyrir þetta Þannig erum við samt alveg þetta er á sunnudeginum síðasti keppnisdagurinn fannst þér þetta vera skrítið svona kannski eins og vanlega byrjað í fyrra byrjað þetta á miðvikudegi og þetta hefur vanlega byrjað á svona allan einum auka degi það sem er tekið eitthvað langt og strangt dæmi og yfirleitt verið pása á fimmtudeginum eða bara eitt stutt event þannig að þetta er miðvikudagur fimmtudagur hefur verið annarkvort pása eða eitt stutt event og svo öll helgin en núna er þetta bara fimmtudagur, föstudagur, laugardagur, sunnudagur Reyndar, eitt áður fyrir mútið þetta ég eins og maður gerir var á einni með öllu yfir Vestlandshelgina vanlega hefur þetta staðið með þess að vera á CrossFit Games út í Eyjum en við vorum á einni með öllu þannig hefð og ég var svolítið var við það var fólk eitthvað svona CrossFit leikarnir er ekki í gangi eða ég eitthvað svona jú þú veist svona ég svo vanið því að tala CrossFit frá því sjónarhóttni að það hefur engin áhuga að ég sé bara svona gæinn sem get ekki haldið kæft CrossFit þannig ég svona passa mér svo mikið að byrja ekki að nördast CrossFit þannig ég held að svona, jú, CrossFit leikarnir er í gangi bara gaman, skilur, eitthvað svona slæða þess á þetta En þú hefur alveg margt að segja Ég hef mjög margt að segja og fólk eitthvað svona og er ekki, Íslendingarnir að keppa og ég eitthvað, jú, þú veist, Björgvin og Sara, Katrín og Þuri og Anni og allt svona já. En ég tók síðan eftir því að þú veist, ég var alltaf svona að reyna að slá á þetta en fólk bara eitthvað svona, og hvernig gengur Freyser? Og ég bara eitthvað svona veistu hver Freyser er? Og þau eitthvað svona, já, þú veist, er ekki bara kongurinn í þessu? Jú, reyndar er eitt gæi, hann heitir Nóa Olsen og fólk eitthvað, já, þú veist, Nóa hvað er hann í fyrsta sæti? Ég er bara, veistu hver Nóa Olsen er? Og ég eitthvað svona, var bara var við það að fólk er bara komin svona miklu dýpra inn í þetta sport heldur en bara íslensku stelpurnar og þú en fólk vissi miklu meira hvað var að gerast og miklu meira er að fylgjast með þessu og náttúrulega var að sína frá þessu frá Stöð 2 En ég er ekki svo endilega vissum að hafa endilega bara byrjað þar skilur þú, ég veit þetta var sagt að þetta er í beinni Já, nei En þú veist, ég veit samt ekki hvar törnarandið var til þess að Íslendingar vita allt þetta Nei, sama ég náttúrulega bara líka vöxturinn í CrossFit iðkun á landinu er klikkaður Já, þetta er líka örgulega komið meira skilur á landið Já, nákvæmlega, þannig ég var bara stóð með að því að bara svona vera að reyna að downplaya CrossFit og fólk vissi bara, þú veist er Freyser ekki að leiða keppnina? Ok, Nóa Olsen í fyrsta, ég var svona what? Bara, ok, vel gert En talandi þennan vöxt í sportinu fólk náttúrulega hefur áhuga á keppnislutanum og CrossFit tilkynni fyrir þessa leika tilkynni, þetta er bara einhvern veginn svona bara ráðast á heimsleikana með þeim fréttum að bara CrossFit Games er ekki lengur í forgrunni hjá okkur, eða forgangi hjá okkur við ætlum bara að fókusa á að þú veist þetta snúist iðkandan sem mætir og vil lifa heilbrigðu lífverðni og jari þannig ykkur er svolítið svona kastað upp í loftið og það er smá óvissa, eða ekki og það er verið að breyta óbeininu, það verður aftur núna í október og alls konar svona vesen og það eru svona lítið flæði á fréttum og upplýsingum í bara CrossFit heiminum og þú ert mættur á fimmtudeginum fyrir CrossFit Games helgina og þú veist ekki ennþá hvað þú ert að fara að gera á heimsleikunum. Nei. Manstu ég hringdi í þig og þú varst á leiðin í Athlete Dinnerin. Já. Þar á fimmtudegi. Já, það var bara miðvikudags, þú veist, það var reyndar á þriðjudagskvöldið og þá var maður bara svona, já, ok, allan ekkert fara að annánsa. Já, og þá ert þú sko að segja, já, en þú veist, þetta var bara hálftíma fyrir dinnerin, þú veist eitthvað, já, en þetta kemur í ljós núna, skilju, í dinnetum. Við erum að fá að vita hvað hann fara að gera. Eftir dinnerin, bara nákvæmlega sama staða, enginn veit neitt. Nei. Var ekki heldur á miðvikudeginum, daginn eftir dinnerin, allan miðvikudaginn, vissum ekkert. Og miðvikudaginn fyrra, þá voru þið búin að gera sko 4, ég ætla ekki að segja brútal, en mjög stór vot. Já. Við vorum búin að taka hjólið, já. Við vorum búin að taka 30 muscle up, við vorum búin að taka CrossFit Total og hvað var aftur kvöldið? Marathonróður. Já, hvernig get ég gleymt? Já, shit, sko. Það setur svo fast í mér, sko. Skiljanlega. Já. Ég veist, ég á líka vídeo af þér, sko, ég tók það upp í leini. Já, ég hef ekki séð þetta vídeo. Nei, það hafa 2 augur séð þetta vídeo. Já. Og þau eru, ég á bæði.
En sko, þetta er málið bara ok, tökum bara eins Games 2018 áður en við köfum í 2019 en ég sem sagt fekk að vera í mjög skemmtilegu hlutverki þá ég var bara með coachpassa basically frá Fredrik eða eitthvað svoleiðis. Já, getur verið. Og í marathonróðrinum þá ég sem sagt tek ég innan sviga eða innan gæsalappa á móti þér þegar þú klárar í rauninni, ég er bara með eitthvað svona brúsa fyrir þig og bakpoka og eitthvað og þú ert bara einn niður brotin einstaklingur sko. Þú varst bara að pæli að bara finna það 9-5 vinnu þarna sko. Já, ég var svo nálægt því bara að hætta að keppa þarna sko. En þú veist, eins og þú veist að segja að þetta búið að vera frekar erfið dagur sko. En það er svona alveg búið að góða dagur. Þú veist, hjóli geggjaði eitthvað vel og 30 mössul. Þú hafði gaman af hjólinu, eða ekki? Jú, þá voru við einmitt búin að svona í fyrst skipti að svona taka þetta race og vorum að svona fengur lánu racera út í fondulag þess að við vorum svolítið að prófa þetta og æfa draft og svona. Það kemur allt í hennu bara kriterium sem bara útfæsla af bara hjólareysi og sem var rauninni bara störlun að hleypa 40 CrossFit Games athletum á svona hjól í svona reysi því þeir tala það að hjólarar að þetta sé þú veist bara klikka dæmi og ef þú kannt ekki að hjóla þá er þetta bara stór hættulegt. Já, 4 krabba beygjur þarna og náttúrulega í clip-on pedalum og engin, þú veist, það var helmingur af þeim sem var að keppa þarna var að fara í fyrsta skipti í pedala sko, svona klipp og þú veist, það var þannig að þú veist, fyrstu 2 ringina leið og tókst beygju til hæri, þú veist, ég tók beygju og svo bara svona eftir 2 sekúndur og heyrði ég bara einhvern gaur bara bam 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 og hann bara farin út af brautinni og bara búin að bara, þú veist, detta hjólinu bara á, þú veist, 35-40 km hraða. Það var alveg nokkri sem bara meittu sig geðut mikið en svo voru geðut margir sem bara kreit, ok, 12 ringir byrjaði bara einn á að negla skilur ekkit að þetta er ekkit unni nema bara á síðustu skilur 350 metrunum eða eitthvað það sem er bara síðasta reysið og þú þarfst að spila með hinum gæjanum. Þetta er eiginlega eina samvinnu votið sem maður sér þarna á CrossFit-leikunum. Það var, þú veist, eins og Adrian Mundwell er hjólar skilur 10 klukkutíma í viku cirka með CrossFitinu og hann var alltaf að svona reyna að stjórna okkur skilur, af því hann skilur að lúta hvað það gengur hann var alltaf ekki að gaurar, bara skilur hann einhver að koma og vera fremstur skilur, sem er mjög spes, og það hann er sett fremstur að leiða keppnina og það hann er bestur og allir að elta hann, en það þreytir hann mest og hann er að brjóta vindinn fyrir það sem er fyrir aftan sig en hann var alltaf að signala ykkur að taka fram úr og leiða hópinn. Til þess líka að við myndum halda peysi, af því að þú veist það sem hann gerir er bara svona, ok, ég er alltaf þreyttur þeir nenni ekkert að taka fram mér, ok, ég hægi bara á Því hann er ekkert að reyna að halda upp einhverju peysi ef það er enginn að koma. Það er svona þurft að ganga svolítið. Líka það að yrði eitthvað breakaway en við værum ekki bara 40 gaurar alltaf saman og svo í lokin myndi bara vera eitthvað pakki að reyna að negla áfram. En það var alltaf verið að reyna að taka svona breakaway. Þau voru alltaf að reyna að slíta sig frá einhverju 3 eða 4 Já, það voru líklega svona 2 hópar hana en það er sama, við vorum alltaf að reyna að komast í burtu en þú veist við komumst aldrei nógu langt að því að hópurinn sjálfur var ekkert nógu experienced til þess að halda áfram peysinu og halda áfram að reyna að halda upp í geðut háu peysi heldur var bara svona, ég vil ekki gera fyrstur bakkaði bara og eitir hann bara hvað er að gera, ok, let's go bara hér en svo endaði hann alltaf að vinna þetta skilur við? Hann tók svakalega endarsprett þarna sko. Þá á þeim endarsprett þá gæti hann sínt, ok, ég er bestur á hjóla þarna það sökkar að vinna með ykkur, ég ætla að gera þetta en hann getur ekkert gert það í byrjun þá er hann bara einn í mótvindunum eða þú veist Já, og svo er náttúrulega allir í freka góða formi þannig að við myndum alltaf að geta náð honum, þú veist 3, 4, 5 saman en ég svona var farin að skilja þetta aðeins þarna skilur út af hvað þetta gengur og ég var alveg að þú veist svona líta aðeins og þú veist við vorum alveg að reyna Þetta er bara nettast sem ég séð þegar menn voru að signala hvern annan en þú veist ef einhver hjólari var að horfa á þetta þá er hann bara hvað ætli sé að þeim Já, hvað er þeir að gera? Á hverju er þeir svona þungir? Þú vil taka þér á sem ekki vind þú veist það var bara eitthvað svona sko en þetta var bara svona með þeim skemmtilega eventum sem ég hef gert á game sko Klálega. Líka mesta gæsahúða moment sem ég hef séð grínlaust sko hérna í heimildamyndinni frá þessu ári sem er hvað það er ekki redeemed and dominant það er 2017 Já, það er hérna svona kemur byrjunarskott þar sem að þið komið allir á hjólum og Castro er með grímuna hérna, hvað heitir þetta sem hann var búin að binda fyrir andlitið á sér mexikanst eitthvað svona dæmi ég bara sko ég fríkaði út mér fannst þetta svo nett en eftir þetta þá var það bara minna Castro, minna CrossFit Games bara hápunktinum hefur verið náð Já, í rauninni
En ok, eftir þetta þá takk ég 30 muscle ups, síðan takk ég CrossFit Total sem svona styrtaræfing, en það er alveg búið að þjasna ykkur út. Öllum leið heldur samt ágætlega sko. Það var ekki búið neitt klikkavoljum og menn á fyrsta degi, allir eru náttúrulega ferskir á fyrsta degi, nema svo bara plönuð bara klukkan 5, það var bara marathon róður sko. Og það var einhvern veginn þannig að það búið að læna bara upp hann bara 80 róravélum, voru ekki 40 stelpur 40 Jú, það var allir inn á gólfinu einu. Allir inn á gólfinu einu. Og manstu hvað hérna var sagt, ég held að Castro var eitthvað svona að tala við Concept 2, Concept 2 framleiðir róravélunar og hann var eitthvað að tala við hann og eitthvað svona já, er eitthvað að setja þetta upp og tengja eitthvað skjái og eitthvað svona vesen og síðan spyr hann eitthvað, hvernig gerum við þetta hérna, hvernig gerir þið þetta vanlega þegar svona róa marathon og gæðin bara eitthvað það ræðir engin marathon sko ok, en þú veist, við ætlum samt að gera það þetta var bara svona galin æfing sko. Þú veist, róravélin er náttúrulega bara eitthvað tæki til þess að æfa sig í róðri á bát þú veist, bara til þess að menn séu á off-seasoni eða menn séu eitthvað það má nefnilega ekki held í þessari olimpísku íþrótt heldur meir ekki allt árið í kring vera á bátnum af því þá er það unfair gagnvart þjóðum sem að geta ekki verið á honum eða eitthvað svona álíka þetta er eitthvað geðskrítið, ég minnir að Cameron Nichols hafi sagt þetta við mig Rowing Wood þá eru vélarnar notaðar skilur, en svo þegar kemur eitthvað svona season og þeir fara að æfa saman sem lið þá fara þeir skilur á bátinn sem er síðan actually keft í þessi róðravél er notuð bara til að substituta bátinn ég held það sko, staðinn fyrir bátinn það getur verið að segja ykkur villu en ég held það sko ég trúi þessu ok, þið er róa marathon það er einhver reynd að stratta þetta það er verið að hugsa hvernig á að brjóta þetta upp það er hvort maður er að standa upp á róðravélinni og halda sér áfram og taka þetta í einhverjum sprettum þetta endar allan þannig að þið sitji bara á rassinum í einhverja 3-4 klukkutíma já, þetta eru einhverju 3 tímar veistu ef ég hef leikst það sem ég róið samfleitt fyrir marathon róður eru svona 5.000 metrar ég hef ekki róið held ég meir en það án þess að standa upp eða haft það í einhverju ég hef gert interval eða svo leið sem hefur endað í að vera kannski 20.000 metrar en aldrei setið svona lengi og það var í rauninni vesinni var ekki power outputið skilur að ná að róa nógu hratt vesinni var bara að sitja hana það var svo geðvegt leiðilegt og með svona körfu með einhverju Gatorade og einhverju drasli já, mér hafa búin að finna út bara þetta er besta þetta eru bestu elektrolætin versus hvað þú farið lítið að þú getur ekki verið að drekka ógeðslega mikið þú veist og svo þarf alltaf að taka hendina af þú veist, görnum til þess að fá þér að drekka og þú ætlar alltaf að drekka bara á 25 eða 30 mínúna fresti þá máttu fá þér 250 millilítra eða eitthvað álíka af því að þú veist það er engin tilgangur að taka mikið meira inn af því að þú nýtir það ekkert eða eitthvað álíka, skilur, ég man ekki alveg hvernig það var en svo byrjar þetta bara marathon 42.195 metrar eða eitthvað og þú veist, þegar ég fór niður fyrir 40.000 þá var 30 og eitthvað þúsund bara í allan dag ég bara alltaf 30 og eitthvað þúsund eftir það var bara alltaf 30 og eitthvað þúsund og svo kom bara 20 og eitthvað þúsund og í svona 25.000 þegar ég átti 25.000 metrar eftir þá var ég byrjað að krampa þetta er 25 kílómetrar eftir og ég var bara svona, snilt var að toga, bara byrjað að krampa í bæsefnum bara eitthvað svona shit, bara eitthvað svona reyna rétt úr honum, get mikið á milli og spilna miklu með fótunum, togi eitt lítið með höndunum hélt því út í smá stund, skilur 5.000 metra eitthvað, þá byrjaði hinn bara báðar hendurna að byrja að krampa eins ég bara, hvað er þetta? Er allir svona, það voru samt ekki allir að krampa svona sko en ég var bara að byrja að krampa svona geðveikt mikið, ég veit ekki alveg af hverju og svo fer maður svona kannski aðeins að sjá fyrir endan á þessu en ég var bara löngu hættur að finna fyrir rassinum bara hægri og að byrja að róa til hliðar bara, ég var bara að róa til hliðar eftir svona 25.000 metra svo byrjar þetta bara lærið bara hægra lærið skilur að krampa upp þá var svona, ég veit ekki, kannski 17.000 metrar eftir og svo kom vinstra lærið og svo byrjaði ég bara að krampa í öllum maganum bara alveg upp eftir öllu hérna og bara í hverju togi, það var alltaf bara svona skilur, maður fær alltaf svona eins og krampa og svo bara losnar hann samt sko að því þú ert að fara tilbaka og það gengur svoleiðis á örugglega frá svona 15.000 metrum eftir, 15 kilometrar eftir þá er ég bara allstar, skilur, þá er ég bara að krampa allstar og ég er bara að hugsa ég veit ekki hvort ég geti klárað þetta og það var enginn að standa upp það sátu bara allir og voru að róa en ég var þetta alveg ágætlega pleysaður ég var þarna einhvers staðar svona það er svona stóri gaurar líkamsþyngdin hjálpaði náttúrulega til þess að spynni í og þú eru tógar
En ég var svona einhvers þar í svona top 15. Já, Lukas Esslinger tók fyrst eða ekki? Jú, og hann var bara að róa bara 1.54 eða eitthvað. Skilur, það bara störlun, skilur, glætan ég myndi geta róið marathónu 1.54. Já, hann er undir 2 mínútur með 500 metra, er það ekki mæri einingin á þessu? Já, ég veit. Og ég var svona að róa í kringum 2, svona 1.59 til 2, eitthvað svo leiðis. Svo, þú veist, einhvern veginn nær maður bara, skilur, að, þú veist, maður hugsa bara, ég held samt ekki að stoppa, en bara eins og þú upplifir örugglega með Laugaveginn. Já. Að þú veist, þið langar ekkert meira heldur en að hætta. Og bara þetta það síðasta sem langar að vera að gera í þessum heimi. Það langar bara að standa upp, fá þér eitt kaldan og horfa bara á hérna að klára. Eða þannig. Þú ert bara svona til í að hugsa bara svona, herðu, ég er bara til í að gera þetta aldrei aftur. Já. Ég er bara til í að þetta sé bara eitthvað sem ég er hættur. Já. Bara til að linna þessu núna, þá skulle ég bara hætta eilu. Já. Þetta var mig, ég var bara, ég þarf ekki að hlaupa aftur. Ég er bara góður, þetta er fínt, ég vil ekki vera þessu. Búin að prófa að fara alla leið og bara þetta er gott. Já. Og þú veist, svo einhvern veginn hættir maður ekki, skilur, og þetta telur bara niður og over time þá er ekki svo mikið orðið eftir. Þetta er líka svona smá momenti sko þegar hún byrjar hann á að brjóta þetta aðeins niður, fattaru. En þarna, eins og þú ert talað með að það var svo lengi sem það var 30.000 eftir. Og það var svo geðveikt mikið eftir. Já, einmitt. Þannig að það er svo erfitt að byrja að brjóta þetta niður í eitthvað, herru, 39.000, 38.000 og þetta tekur svo langan tíma. Já, það tekur svo geðveikt langan tíma og öll plön varandi hydration voru farin í vaskin fyrstu 10.000 metrana. Og þá bara svona, ég er ekki með neitt plan. Það er ekkert plan hérna eftir. Ég get ekki fara að brjóta þetta niður í eitthvað svona micro goals núna, þó maður hefði náttúrulega klárlega átt að gera af því að það er svo mikið eftir. Já. Og svo man ég eftir að svo loksins var maður komin hérna á síðustu kaflana, nema þá horfi ég svona, við erum með sér að risastórum skjá fyrir framan okkur og ég sé nákvæmlega hvað ég mörgum metrum á eftir görnum sem fyrir of mig og hversu marga metra ég á í gæjan sem hann eftir mér. Já. Ég man að Adrian Mundweiler var svona farin að nálgast með aðeins. Já. Og hann var svona innan við 50 metrum við mig þegar við áttum svona 750 metra eftir og þá þurftum við að fara í all out róðrarsprett 750 metra eftir marathonið. Þannig vorum búið með 41.000 og eitthvað og við þurftum að taka for time 750 metra og krampa allstaðar. Og þetta telur svo mikið í stigum. Já. Að vera einum fyrir ofan hann. Já, þú veist, ég bara vildi ekki fara að gefa upp þessi stig, þú veist, á þessum tímapunkti líka. Þannig að ég næði samt að, þú veist, vinna hann. En það var, ég gat ekki staðið upp af vélinni. Þú veist, ég bara tók fæturna svona niður, svo satt svona, skilur, einhvern veginn, svo reyndi ég að standa upp og þá krampaði bara allur út um allt, skilur, náði samt einhvern veginn svona hanga á vélinni, fekk mér eitthvað aðeins að drekka. Staulaðist eitthvað út, var að deyja í, þú veist, bara rassinum og allstaðar, skilur, og bara allt einhvern veginn að krampa. Sé ég þig og ég fer bara að grenja, sko. Já, þetta, sko ég sé þig og ég bara fer bara í alvörinu bara að gráta. Ég er nefnilega búin að sjá þig úr fjarlægð. Við erum hérna neðanjarðar í einhverju hérna göngum. Herra, ok, ég er svo mikill hálfviti. Ég kveikti ekki á myndavélunum. Gef mér eina mynd. Já. Þú kveiktir ekki á myndavélunum. Nei, ég var svo peppaður í að byrja. Já. Ok, við erum svo satt í svona neðanjarðar Þið eru á uppbytun á svæðinu sem við sjáuð inn á gólfið. Þetta er svona steypugangur einhvern veginn og þú veist og það er búið afmarkan þannig að þið eru með ykkar pláss sem enginn annar má vera á, síðan svona pláss sem að coach má vera með þér á og ég býð þar. Já. En ég sé þig úr fjarlægð og þú ert einhvern veginn svona staular, skilur, alveg bugaður, síðan svona 100 metra fjarlægð og náðu við augnsambandi og ég sé það bara hvernig þú brotnar þegar við sáum hvern annan. Já. Þá fattaður bara svona, herru, nú þarf ég bara að, ég er bara búinn. Þú veist svona greinlega búin að halda eins í þér, skilur, þú veist, kringum alla hérna keppendurna, séðan þú sást mig og við vorum bara svona einir, þá bara, þú veist, gjörsamlega dóstu, sko. Ég man eftir, þú veist, var einmitt þarna bara svona, ég get ekki að fara að grenja hér og inn á gólfinu eitthvað, nefndi enginn að horfa á þetta náttúrulega, þetta er bara 3 tíma æfing, skilur, og ég var ekkert að pæla hverju voru upp í stúkunum með neitt. Svo sé ég þið bara í þessari fjarlægð, ég bara, fuck it, og fór bara næstu ég fór bara að grenja, skilur. Ég heyrði það, sko, og ég því miður, þá er ég þannig fungerandi að ég hugsaði á svona álagspunkti það er maður bara, elsku kallinn maður. Já. Og síðan er næsta hugsun alltaf, ég held ég þurfa að taka þetta upp. þannig þú veist, ég hugsaði bara, þetta var þannig moment að þú veist, maður var svona að halda utan um þig og hjálpa þér að stíga út.
hvað sem hún gerðir, þú krampaðist Já. og Og ég, líka geðt lengi, það var ekki bara í 5 mínútur eftir þetta við löppum í gegnum ganginn inn á athlít hérna, ég veit ekki hvað það heitir Uppbytunarsvæðið Já, en það sem að ísböðin eru Já. það er Freyser líka Já. í nákvæmlega sama tjónu og þú Já. þar sem að þið gátuð ekki gert neitt án þess að krampast Já. þú varst með teip á öllum puttunum og ég var að reyna að taka það af þér og í hvert skipti sem ég svona ítt í puttanaður á móti meðan ég var að reyna að losa bara límband Já. það bara þú veist, Skrapaði bara puttinn og hendinn já, og síðan bara eitthvað og rassinn og, Já. þú veist, og síðan sast á einhverjum svona kælipókum herru, ég og Matt og Keith þurftum að svona tilla þér niður á kælipókan og þú gast ekki haldið við líkamannaður á meðan þú reyndir að setjast á hann Nei, þetta var eins og stríðsástand þetta var það var bara eins og maður var að hjúkra einhverjum hermönum eftir að vera búin að lenda bara í skota Þetta var svo ógeðslega vond já, og þið voru eitthvað svona að reyna að dýfa rassinum onni í kalda vatnið Og það virkaði náttúrulega ekki nei, og maður var bara hvað í anskotanum, þú veist, hvað get ég gert til þess að, þú veist, ég þurfti bara að býða, fattaru, það var ekkert hægt að gera Nei. það líka mér var bara einhverju sjokki Og þú veist, ég var búin að rifna alveg í lógunum, mástu allir lógarnir voru rifnir í tætlur Já. eftir bara, þú veist, að þú svitnaðir svo mikið og þú bara svona, varst gerðinlega farin að róa ekkert mjög vel, þannig Nei. að bara, þú veist, þú varst bara að byrja að, þú veist, núningur í skinnið og bara, þú veist, skinnið byrjaði bara að fara af, sko magnaðasta við Rórafótið, myndi ég segja er að þetta er svolítið á miðvikudeginum og þú ert þarna, ég get ekki lýst í betur heldur en að bara ég hef aldrei séð neina menn, buga, þú og Freyser þarna Matt og Keith eitthvað að reyna að hjálpa honum og þú veist, eitthvað rétt eitthvað Gatorade og eitthvað, það var bara eitthvað neginn svona, herru, við erum búin að tapa þessu stríði, þú veist, það bara er ekkert að gera fyrir það. Nei, þeir eru búnir þessir Já, herru, á 50 deginum, það bara, já, ég er góður Já, já, bara líður vel sko, Já. já, ég er búin að drekka bara vatn og borða aðeins og svaf vel í nótt, ég er bara góður. já. Hvað var það? Ég veit það ekki, sko, þetta var, þú veist, þú komst upp í rúm og ég var upp í rúmi og eitthvað, lá á maganum, gæti ekki leið, ég þurfti að sofa á maganum, sko, því að ef ég laðist á rassinn, þá var mér svo illt í rassinum Já, og þú veist, svo var bara reynd að borða og þú veist, ég var bara að reyna að drekka eins mikið og ég gæti bara af svona electrolytes og svona bara reyna að fá eins mikið og getur en eftir svona getur þú samt ekkert borða of mikið svo bara svaf maður þú veist, að því að 50 daginn eftir var pása Já. svaf maður bara í svolítið 10 tíma vaknaði, daldi illt í höndinni en annars ágætur, sko Já. Veist, ég skil það heldur ekkert nei, en kannski er líka minn bara í hann er bara okkur, ég veit að þetta er ekki búið þú veist, Já. nú þarf ég bara að recovera þetta er ekki búið, að morgun er pása það verður allt í lagi og svo bara neglum við á helgina Já. þú veist, öll helgin var eftir skilur. já, þú ætti 3 risastóra keppnisdaga eftir. en ég held til þess að ég væri heima hefði gert þetta, hefði bugast svona mikið þyrfti ekki að gera neitt ég hefði örgulega verið meira fucked þá en af því að þú veist, ég held bara að hugurinn hann veit hvað mikið er eftir hann þarf bara að henda sér í stand og mögulega hefur það bara haft einhver áhrif upp á recovery að gera, skilur. Er þetta sama koncept og að fólk til dæmis verður oft maður allan veit dæmi að fólk verður svona veikt fer flensu eftir keppni Já. út af því það er bara fórna þú veist, það er bara Bara svona heilsu sinni. ég held þér góðum núna en sorry kallum minn, við tökum þetta út eftir keppnina, skilur já, einmitt. Já, ég held að sé klálega svo leys, bara alveg 100% og ég hef mér svolítið lendið í bara þegar ég er að æfa að þú veist, það er engin flens í gangi því líður geðut vel, þú veist, það æfa þvílitt mikið, kannski ertu ekki að borða nógu mikið ertu ekki að borða nógu mikið með hvað ertu að æfa mikið og þá verður veikur, bara sem på þurru Já. og maður bara svona skilur ekki af hverju en þá tengir maður kannski við bara, ok, þú veist, bara komin í smá ofþjálfun Já. og þetta getur verið svona sama koncept skilur á mótum, af því að þú veist mótin eru náttúrulega alltaf erfiðari meira intensity, borða minna og líka bara ekki vanur í þannig að hann, þú veist, brýtur sér niður eftir það, skilur, og þú verður inni bara veikur, sko. Já, það var mjög skemmtilegt hérna, ég veit til dæmis líka til þess, hún hérna Rúri Hans Everts fór var eitthvað að trýta Katrín Tönju á 50 deginum, einmitt, og hún var í sama, þú veist, hún var alveg böguð eftir róðurinn, en síðan var hún bara góð Já. 50 deginum, þið eruð eitthvað ekstra góði að höndla svona álag, sko. Já, ég hugsa það, þú veist, þetta er, þú veist, náttúrulega bara á daginn erum við að æfa svo geðvegt mikið, skilur, þú veist, við erum búin að vera að byggja upp, skilur, allt árið, bara fyrir þessa einu keppni og mörg okkar eru á mjög góðum prógrum með mjög góða þjálfara sem að vita nákvæmlega hvað er að gera og preppa okkur bara þannig að, þú veist, við erum bara klár þegar við eigum að vera klár í rauninni, sko. Já, og þarna náttúrulega er líka búin að teipera niður, þú veist, þú ert búin að minnka álægið, þannig að þú ert náttúrulega svo vanur að vera í svona miklu álægi, en ég held að það sem hafi svona verið að granda flestum þarna var kannski
hversu mikill tími þetta var í einni æfingu að vera svona lengi sitjandi á róðravélinni og það eitthvað sem við erum ekki vön. Þú ert að klára næringuna í líkamann og það, sko, ég veit alveg með Gatorade og eitthvað svoleiðist rast, en þú nær ekki að borða jafn mikið og þú ert að brenna á svona tímapunkti. Þannig að ég held þú klárir upp öll sölt og electrolytes og steinefni og svona án þess að ná að fylla á það og það eitthvað sem við erum ekki vön, sko. Nei, klálega, við erum ekki eins og bara, þú veist, bara marathon hlauparar, skilur eða, þú veist, við höfum þetta ekki í okkur, sko, af því að við gerum þetta ekki á æfingum venjulega að gera eitthvað stöf sem svona geðveikt langt. Og við vitum í rauninni ekkert, finnst mér voðalega mikið svona hydration og þetta allt dæmi, að því við höfum ekkert oft þurft að pæla of mikið í því að því að æfingarnar eru bara 40 mínútur max. Já, algjörlega, og eitthvað svona hversu mikið af kolvetnum er þetta að taka inn í æfingu og eitthvað svona, það er meira bara borða vel á millivota, síðan fara að sprengja sig og treysta á að þú ert með glýkógen byrðir í að bara performa. Og þess vegna höfum við núna svona kannski svolítið út af marathonróðrunum og hversu margir voru að krampa upp og svona, að núna höfum við mikið núna í þessu off-seasoni og þegar við vorum úti fyrir Games núna 2019, að það höfum mikið verið að pæla í hydration, alveg þvílegt mikið. Við höfum alltaf núna bara fyrir hverja einustu æfingu voru að vikta okkur, sjá hversu mikið við mistum að vökva og hvað við þurftum að fylla upp í mikið og þú veist, ég var bara þjálfarinn að pæla því. Gerðu þið það úti í Bandaríkjunum? Já, núna. Þannig þið eru sérstaklega að passa upp á hitan, hversu mikið þið eru að svitna og svoleiðis. Þið voru nú reyndar hérna fyrir þetta, þá voru þið rosa mikið að taka hérna núntöflunar eða nún og eitthvað sem að kalla skrats. Já, skrats sem var eitthvað miklu sterkara. Skratslab er miklu sterkar heldur en nún og það er það sem að þeir eru að nota í eins og Tour de France görðinir. Og við vorum líka að vinna svolítið mikið með rice cakes í sumar. Það er einmitt bara það sem að þeir borða í Tour de France keflunum, margir hverjir, er að þeir búa til eitthvað sem heitir bara rice cake sem er bara, þú veist, mjög auðvelt að borða, gott á bragðið og er bara kolvetni. Og getur raunin, þetta er mikið það sem þeir eru að borða. Ég er ekkert viss að gera þetta í hlaupum en það meira svona hjólagæðinir sem að nota þetta. Já, þeir vilja líka á einhverjum tímabúti tyggja eitthvað og melda eitthvað þegar heldur að vera alltaf að taka inn vera að drekka eitthvað svona sigurleiði. Já, það held að fara bara í manaði líka að vera mikið að því, sko. Hvernig fílar Games, hvernig horfið þú til Games 2018? Ég man bara eftir því að þú veist, þegar þetta var búið þá bara svona 5. sæti, flott, skilur, bara velgerð til hamingju, þú veist, þú skeist ekki á þig. Þú sýndir úr ógeðslega góður. Þú ert einn besti crossfitari í heimi en svona mér leið eins og þú væri svona ok, en þú veist, næsta ári er þetta ekki búið. Nei, ég sammálar. Það er náttúrulega 2018 það sem gerist er þetta í hnénu þegar ég er að æfa mig fyrir regionals og það fæ ég hnéð það tekur svolítið tíma að útskera þannig ég nenni ekki, þannig að hnéða mig bólnaði upp og ég bara eins og við tölum eftir regionals að þá bara rétt náði ég að hanga saman og qualify á games, bara ég veit ekki hvernig ég fór að því en ég gerði það allavega. Þannig að allt preppið fyrir 2018 fór í það að ég var alltaf að hugsa bara hnéða mér, bara svona ok, hnéð, ég verð að passa að fara ekki of djúpt í þetta hnépi því að þetta er svo stimplað inn í hausinn hversu vont þetta var að ég vill ekki upplifa þetta aftur. Þó að það væri ekkert að hnénu, það var svona eins að flikka í því og það hræddi mig geðið mikið. Þannig að allt preppið fyrir Games 2018 fór í það að pæli þessu og var í líkamlega mjög góða formi og svona, en ég var samt alltaf að díla, þurfti alltaf að vera að pæli í einhverju öðru heldur en það bara að performa og það held ég að vera svona main ástæðan fyrir því að þú veist, mér vanti alltaf bara aðeins upp á til að komast á pódium. Bara svona við erum búin að reikna út núna og skoðum bara að ef ég hefði verið 1 sekúndu fljótari hér og hér þá hefði ég verið á pódium haust 2018 og ég á bara svona það var alltaf lægi, top 5 var alveg ánæður miðað við hvað var búið að vera í gangi fattaru, allt þetta ár en svo hugsaði ég bara ok, þú veist, nú kem ég þessu bara í lag þessu hné, ég nenni ekki að taka annað ár þar sem ég er bara með eitthvað í gangi, eitthvað að mér illt í hnénu og þurfa að vera að pæla í því á meðan ég er að æfa. Þú veist, af hverju get ég bara ekki farið og æft allt árið og ekki vera að pæla í einhverjum svona meðslum. Ég skil að maður fær sko svona mér er aðeins illt hér en það var ekki það, þetta var actually meðsl. Já, þetta var ekki eimsli, þetta var meðsli. Já, en ég fór bara fullt í það beint eftir games að bara koma þessu öllu í stand og ég bara nefndi ekki að taka annað ár. Þú veist, ég er alltaf að fara að vera með smá eins og ég var að segja bara illt hér og þar en bara ég nenni ekki meðast og þetta ár gekk bara virkilega vel 2009, bara lok 2018 og núna byrjun 2019
gekk bara mjög vel, ég bara fannst þess að ég hafa verið að taka hlutina svona aðeins alvarlegra og setti bara markmið, ég bara ætla að pódium 2019, bara 100%. Var það skýrt? Það var bara 100% skýrt, en þú getur samt, ég get líka sagt, skilur þú segir kannski við þig, já, ætla að pódium, en þú hefur ekkert endilega eitthvað mikið til þess að bakka það upp. En ég þurfti náttúrulega að sjá performance. Þetta mjög óþægilegt markmið til að yfirlýsa, eða til að gefa út. Já, og sérstaklega ef þú trúir því ekkert sjálfur, eins og 16, 17, 18, þá sagði ég það, mér langar á pódium, en ég trúði því kannski ekkert endilega. Okay. Já, ég er top 5 gaur. En maður þarf að levela eitthvað upp, og það var það sem mér fannst að gerist 2019. Það byrjaði í Dubai, að þá lendi ég öðru sæti, næmir rauninni í ticket inn á games þar, af því að Fraser var í fyrsta, hann endaði síðan að vinna Open, fær miðan sem þar, ég hefði rauninni tekið hann þar en ég næ samt í hann í Open, skilur við. Ok, en á í Dubai, þá var Fraser í fyrsta, þú ert í öðru sæti, á mjög sterkum móti, og þú nefndir Open þarna, það Fraser í fyrsta, og þú ert í öðru sæti. Það huge. Það held ég svona breakthroughið fyrir mig núna að trúa ég bara, já ok, ég á leiðin á game, ég á leiðin á podium á games, það bara 100%. Ef ég lenda ekki á podium þá ég pirraður, og ég sagði það svona milljón sinnum við mig bara í sumar og eftir Open, og þá var ég bara ok, ef ég ekki á podium á games, þá var ég bara pirraður, bara ég á að vera þar sama hvað, ég bara veit það núna, og svo fór ég að RCC og bara basically rústaði því móti, bara ekkert mál, ég preppaði ekkert sérstaklega fyrir það neitt, ég dílótaði aðeins, en svo var ég bara mættur, byrjuðum að ESU-ni og bara, djúlega þetta geðið, ég er í sick formi, og svo bara held ég bara því momentum út í RCC, vann mótið með einhverjum 100 stegum eða eitthvað, og þá fekk ég svona ennþá meira confident boost, og þá bara, ég var að standa mig vel í æfingum sem ég hefði verið tekið niður í, kannski svona árið 2017 eða eitthvað, ætlum að segja svo Pistols, og nú er ég bara góður í Pistols. Það var alltaf verið veikleiki þar. Já, en ekki lengur. Nei, það var eitthvað svona ökklaðdæmi. Já, mobility issue og bara svona, kannski líka, það var ekki eitthvað nefnt að vera að æfa það neitt mikið. Alltaf bara sagt, já, mér illt í njánum, nefnir ekki að gera pistol. Eða eitthvað svo leiðis. Já, en þú veist að tala í öllu preppinu fyrir 2018 games, þegar þú segir preppinu þá ertu eiginlega bara að tala allt tímabilið fram að leikunum. Já, í rauninni kannski meira eftir regionals fram að games. Nákvæmlega. Svona 11 vikur eitthvað svolítið. Já, einmitt, og það var regionals þá svona, kemur þetta upp, þannig séð. Ég man líka eftir því og þá sá maður það mjög skýrt hvað áhrif það getur haft svona meiðsli, og segjum til dæmis að þau séu ekki að hafa þannig áhrif á þig að þú getur ekki gert eitthvað, en þau taka mjög mikið pláss í hausnum á manni. Já. Og þú ert að fara út, við erum aftur í þessu neðanjarðar steipudæmi á leiðinni á sviðið í Colosseuminu, eins og það er kallað, og það eitthvað liftingavot, ég held að sé clean og jerk eða eitthvað svo leiðis. Clean og jerk speedladder. Nákvæmlega. Og þú ert smeykur þá ert þú smeykur hneðaður. Og þarna ég gæinn sem að fylgja þér eftir þarna, og þú ert eitthvað svona að tala um þetta og ég get náttúrulega ekki neitt sagt, og þú ert eitthvað, spurðu Andrew ég var alltaf með Andrew gæjanum, hvernig lýsir maður Andrew? Hann kiropraktor, osteopati, þetta bara törumar. Já, hann törumar, og hann tók ykkur í treatment, hann gerði við ykkur, hann lagaði ykkur eftir hverja einustu æfingu og á kvöldin og morgnana og fyrir og eftir keppni og allt svoleiðis. Og ég var svona honum innan handar í gegnum alla leikana, og þegar ég fer með þér inn að þessu clean jerk voti, þá ég svona millimaðurinn á milli þín og Andrew, og þú varst að tala um mér illt í hnénu, og Andrew að segja, þú þarf bara að láta Bjögga vita að hann getur ekki verið að spá í því núna. Já. Sem náttúrulega mjög rökrétt, að þú mátt ekki labba inn í eitthvað svona testosterone vot og hugsa, ég verð að passa hnið á mér. Þú þarf bara að hugsa, ég þarf að bomba þessari stöngu upp, láta hana frá mér eins hratt og ég get, hlaupa í næstu og bomba henni upp. Og þannig þú fyrir þetta bara hvað, ég að drepast í hnénu, og Andrew búin að segja, það ekkert að hnénu, þú ert ekki að fara að skemma það. Nei. Og samt þetta, þú veist, hausinn spila svona með mann, en það áttur ekkert eitthvað frábært performance í þessu voti. Nei, og bara út af því að mér var illt og ég var að hugsa of mikið það,
en sagði samt fuck it og Já, gerði það auðvitað. og eins og maður gerir bara en það er samt skilur, vá hvað verið þægilegt að ég myndi koma inn í þetta og hugsa Nákvæmlega. djöfull er ég fresh Já, það er sem eins og gerist alltaf í öllum æfingum núna 2019, það er ekkert að mér Já, það er mér það sem ég er að segja. Ég er ekki að segja að þú hefur leyft þess að hafa haft áhrif á þig, bara pirrandi að labba með þetta og þetta er að taka svona 50% af hausnum á þér á meðan þú ert að reyna að hugsa hvernig ætli ég að framkvæma þetta. Fattar þú? En sorry, já, ég vildi bara koma þess að út af að þarna, þú veist, og líka maður er svo einmitt, þú varst alveg í einhverjum svona hætta pælingum, eða þú varst aldrei að segja eitthvað ég er að pæla hætta á games, en þetta var meira bara svona ég veit ekki hvort ég geti haldið áfram skilur. Já, nákvæmlega, út af þessum meiðslum og hvort þetta var, og það getur enginn lagt mat á það, og þú ert eitt sem finnur fyrir þessu, en Andrew var þarna bara þetta er allt í lagi, þú veist, gerðu þetta og ég eitthvað svona gerðu þetta bara gamli og þú veistu hvað ég fór að þú að segja Snorri, þegir þú hvað ert þú að gera þetta, hvað litið ég að passa Nei, líka, það er svo klikkuð moment, þú veist þegar það verið að kalla ykkur inn og þeir raðið ykkur allir upp og sem nöfnin kölluð og menn hlaupa þarna út þú veist, þetta er svo mikið adrenalín kick á þessum tímapunkti þú veist, og hvernig er þetta fyrir þig þegar það er verið að kalla þarna út á sviðið þú veist, þú ert ekki að pæla í neinu öðru þú ert gjörsamlega bulletproof þú ert bara að hugsa að performa þú ert ekkert að hugsa eitthvað reikningarnir eru mánaðamótið maður þarf að borga þá þetta, hvað er ég að gera þannig í lífinu hausinn er bara laser fókuseraður á það sem er bara á þetta event, bara þú veist, hvað ert að fara að gera og bara þú veist, bara með farið planið bara í hausnum á þér, bara á 2 sekúndum skilur, nafnið þetta kallað upp og ferðin í gegn og bara shit, ég vil mikið læti en eitthvað maður, svo bara dusch. Og líka spotlightið sko þetta er oft svo mikið, það er svo mikið að ljósum og mikið fólki, ekki mikið læti en þú veist, svo svona einhvern veginn bara, þú veist, þarf það að gera þetta sko. Ég fór upp í áhorfendastofunar, horfði á þetta og ég var svona já, þegar ég kem heim þá ætla ég að fara að hlaupa og ég var svona að reyna að dreifa huganum, ég var svo stressaður ég var bara svona, já og hérna ég er að pæla að læra frönsku og bara svona að reyna að tala um eitthvað annað við sjálfa mig þetta er svo stressandi sko. Þetta er rögl sko. En þess vegna eins og ég er að segja skilur að þú veist, þegar eins og núna bara maður kemur inn 2019 og þú veist þú ferð inn á games og þú ert bara, það er bara ekkert að mér og þú ert búin að vera að hugsa bara, þú ert búin að leggja alla, þú ert búin að eyða öllum þessu pening, allt þetta sumar, bara búin að eyða öllu sumurinu í útlöndum og mér finnst hundlegilegt í útlöndum veist, og ég hugsaði bara, veist, ég ætla bara að láta þetta verða þess virði, það er ekkert að mér núna, það er engin ástæði fyrir ég ætti ekki að vera á pódium, ég veit að veist, ég er top 3 í heiminum og það var einhvern veginn bara, þannig var hugsunin út allt games núna saman þetta gerist kannski eitthvað, þú veist, það fer aldrei allt nákvæmlega eins og vilt að það fari en þá var ég alltaf bara, já, skiptir ekki það var bara næsta og það bara gekka vel og svo bara hélt þetta áfram að ganga vel og vel og vel í öllum mínútunum 16, 17, 18 talar að, þú veist sko, 15 var náttúrulega podium finish komst á pall en 16, 17, 18 þá náttúrulega vildir þú sína að þetta væri ekki heppni eða þetta væri ekki út af því að hini stóðu sér illa eða út af því að veist, hvað nú er en það er kannski svolítið erfitt að trúa því sjálfur Já, það er það, sérstaklega þegar þú heyrir fólk segja skilur, þetta er bara heppni og bara heppni að lendi 3. seti 2015 og svona og í rauninni kom ég tilbaka 16, 17, 18 og var með top 10 finish, top 8 finish á öllum þeim leikum en það er bara ekki að sama pódium þannig að ég hafði alltaf stimpla minn sem svona top 8-gaur, top 5-gæi en ég var ekkert endilega viss að annað fólk hafði endilega trúið að ég myndi aftur pódium skilur. Og er það þegar þú sérði í öðru sæti open það sem að hugsa bara víst ég á víst heim upp á þessum palli þú veist það var bara nákvæmlega þannig fekk þetta annað sæti þarna lendi í öðru sæti, stóð mér bara vel þú veist, ég var ekkert að repeata endilega allar æfingarnar náði mér í ticket var svona frekar cozy skilur náði mér í ticket to games, ok, þetta er komið og svo varð þetta off-season svolítið öðru sig að því við vorum ekkert með þetta regionals þannig að við tókum í staðinn fyrir að fara regionals þá fórum við til Spánar í 10 daga bara svona æfingarferð og þar var ég líka að sjá bara svona ok, ég er bara í helluðu formi bara ennþá, þú veist, ég var ekkert að píka bara í open þú veist, ég er bara ennþá bara í geðveiku formi og ég er bara á daily basis ég bara alltaf í góðu formi svo, já, þetta var rauninni eftir RCC eftir ég vann RCC, þá fórum við í
bara svona training-camp á Spáni í staðinn fyrir regionals eða svoleiðis. Já, þannig þið vildu fá þetta álag hérna inn. Já, vildum fá okkur svona því þetta var svo mikil tími á milli sem við höfðum að þú veist, ef við líka þægild fyrir Yami þá getur hann að sé okkur öll eftir með okkur lengi, sjá hvernig við erum að responda við bara svona alvöru voljúmi. Öll, þá það ég, þú, Anni og Fredrik. Já. Og svo endum við það kamp, ef við kalla það bara 10 daga kamp, fórum í svona sprint triathlon í Danmörku og svo fer ég heim í nokkra vikur áður en við síðan tökum þetta loka treiningkamp sem í Bandaríkjunum fyrir Games núna. Ok, og þú ferð inn í þetta Games camp sem hvað, 6 vikur? Já, í total ég úti í 6 vikur. Já, með þessu Spánaferðinni? Nei, bara total ég úti í 6 vikur til ég kom heim í fyrradag. Já, ok, ég skil. Þannig ég fer út eitthvað 5. júlí og náum alveg heilum 3 vikum í bara klikkuðu álegi. Einmitt. Hvernig þar finnurðu fyrir því að þú sért bara heill í líkamannum? Já. Að þú ert bara á þeim stað sem þú vilt vera á? Og það væntanlega svolítið nýtt fyrir þér að þurfa ekki að hafa neina áhyggjur af hné eða þú veist, baki eða whatever. Og það, einmitt, að vakna, ég man alltaf eftir í hinum kömpunum árunum áður og þá vaknaði ég alltaf og bara svona djöðl, mér illt í öxlinni eða djöðl snemaður, djöðl pirraður eitthvað. En núna var þetta alltaf bara en ég vaknaði bara, þú veist, ég var með hartsperrur eftir dagana og allt svoleiðis en ég var bara djöðl, er ég góður eitthvað. Og ég man að Anni sagði við mig bara eitthvað, hvað er markmið á Games? Og ég bara eitthvað, ég verð bara pirraður ef ég kemst ekki pódium og hún eitthvað, já, ég held að þess að gera. Og ég bara svona, já, ég sammála. Það var geðveitt, sko. Og svo bara klárum við þetta kamp, skilurðu, og þú veist, í ár var miklu heitara í Madison eða í bara þessu ríki sem við vorum í, Wisconsin. Og við náðum ótrúlega miklum svona erfiðum sólardögum með geðveitt mikið raka í loftinu. Og svo náðum að gera gett mikið svona ógeðslega erfiðar, svona mentally erfiðar æfingar sem maður stóðst alltaf einhvern veginn. Sem ég fannst mjög þægilegt fyrir Games að hafa gert eitthvað svona geðveikt erfitt. Og verið bara alveg við það bara, ok, nú er ég orðinn það heitur að ég bara er að fá, ég er bara að fá eitthvað sjokk hérna, sko, ég er bara ofhitna. En þú veist, svo einhvern veginn kemst í gegnum það og kemst í gegnum æfingarnar og án þess að meiðast í rauninni, skil, án þess að fara í einhver ofþjálfun og eitthvað svoleiðis. Þannig að mér fannst eins og þetta bara kamp hafi gengið, þetta er bara 100% besta kamp sem við höfum tekið, bara hands down klálega. Og ég hugsa að prógrammingin hafi verið geggjuð, þú veist, andrúmsloftið var gott, þú veist, við vorum að borða ótrúlega vel, alltaf var rétt við vorum að sofa ógeðslega mikið á nóttunni, við vorum alltaf að ná bara 9-10 klukkutímum bara alltaf. Þú veist, og svo er bara allt einhvern veginn þannig að þú veist, það er ekkert sem þú þarft að vera að hugsa annað heldur en bara að æfa. Og þú vilt náttúrulega, þegar þú ert að fórna, ég kalla kannski ekki að fórna, ég er ekki að fórna þessu, skilur, ég er bara ákveð að gera þetta svona, en þegar þú gerir þetta svona og ert svona langt að heimann og svona, það langaði bara til þess að gera þetta bara vel, enda þetta vel og svo ferðu bara heim og þetta var þess virði. En ekki einhvern veginn bara svona, já, ég top 5, þú veist, ég var í 5. sæti, þetta var fínt, en svo var ég bara, kannski ekki alveg ánægður með þetta, en svo var búið að vera að gerast, fannst mér undanfarin ár, eða 16, 17, 18. Þannig að og svo kem ég bara heill undan Games núna, skilur, ég er bara klári að, þú veist, nú sé ég bara að, þú veist, það er miklu styttir í annarsæti og 1. sæti og ég fann að brúa bilið á milli mín og Freyser, þú veist, ég er alltaf að sjá hann fyrir fram mig, með að við bara síðastliðin ár hefur þetta alltaf verið þannig að hann er bara farin einhvert, skilur, og ég er bara svona á ekki break í hann, en núna var ég actually bara að chasea alltaf og það gekk góð tilfinning og það svona kveikir aðeins í manni, bara svona, já, ok, þetta er alveg hægt, þú veist, það er alveg hægt að ná þessum gæja, skilur. Fólk segir líka alltaf, ég þoldi það ekki, sko, að hérna svona, að það er nú ekki þetta gaman að horfa á kallakeppnina, þetta er bara Freyser og síðan eitthvað, hver er best of the rest, sko. Já. Og þú veist, já, það hefur verið rétt, en ég þoli ekki pælinguna að bara svona, og þannig verður það alltaf. Nei, einmitt, já. Ég er alveg samanlegar og þú veist, ég held að margir sjórnir þreyttur að því, þú veist, ég var Velner hefur talað þetta, hann sjórnir þreyttur á þessu og við þurfum að fara að brúa bilið, við þurfum að, þú veist, við segjum alltaf, hann er bestur, sko, en við þurfum að fá gauðra inn á Games sem eru, þannig ef ég vinn Freyser, þá geta 5 aðrir líka til þess að hann fari aðeins niður, en þetta er samt svona svolítið hugsun, sko, við þurfum að standa saman til þess að ná Freyser. Já, sem er skrítið. Já, sem er pínu skrítið, en mér fannst þetta öðruvísi í ár. Mér fannst þetta vera nær, við erum nær honum, finnst mér, og þú veist, við erum bara kannski aðeins á eftir, en ég er vissum að, þú veist, það mun einhver
vinnan sko og ég var alveg til að gera það væri bilað að sjá þig pleysa fyrir ofanan og báðir hátt sko, báðir á palli ég vil ekki sjá þig í fyrsta og Freyser í 11. Nei og það var köttaður eða eitthvað þá ferð þú heim ósáttur sko. Já, einmitt. Svo þessi kött annar handleikur sko förum aðeins út í það það nýja við þetta fyrirkomulag er ákveðin óvissa sem að komið inn í leikana með það er ekki tilkynnt fyrir en bara rétt fyrir leikana sem ég ætla að segja var frekar skemmtilegt það er alltaf talað crossfit eitthvað svona þeir fara heimsleikana og þeir veit ekkert hvað er að fara að gera síðan svona, já ok, þú veist það er alveg rétt en sumaræfingar eru tilkynntar aðeins og eitthvað svona sumt er bara hent beint í andlitaðum en þarna var bara, þið planið ekki neitt þið bara mætið og þið bara gerið Við vissum aldrei æfingu fyrirfram Var það þannig með hverja einustu? Já, það er náttúrulega klikkað Þannig að það var bara tími til að tala um þetta og svo vorum við bara að fara að gera þetta Hvernig var Jami að handla það í þjálfariðin? Sko, ég held að hann treysti mér fullkomlega, skilur hann veit alveg ég held að hann hafi bara treyst á það að ég er bara preppaður fyrir þessi games og hann var bara alltaf, þegar ég kom tilbaka þá tölum við bara um þetta, svona gerum við þetta og búið við vorum aldrei meira en svona 5 mínútur bara að pæla í þessu að það var voru lítið að pæla í, ég held að þetta komi alltaf niður á bara conditioning í hvaða formi ertu Já, út af því að þú ert sá íþróttamæður út af því að þú kannt að bregðast við þú kannt hreyfingarnar, þú ert góður í þeim þú ert alltaf að fara að hvað segir maður, þú ert að fara að ráðast á æfingarnar í 90% tilfella rétt þú kannt að brjóta þetta niður þú veist hvernig þú ert að peysa þig eða á hvað hraða átt að vera þannig að þetta kemur út á því í hvað formið þú ert en síðan held ég að séu aðri sem að þurfi miklu meiri hjálp við það hvernig þeir eiga að ráðast á æfinguna sérstaklega hún er aðeins ný svona eitthvað sem hún gerir ekki oft og eitthvað þannig þá ég er sammálaður þá þarf svona oft að tala aðeins meira um þetta og segja þú veist við þann aðlít bara svona átt að gera þetta ekki gera þetta neitt öðru sí en hann er meira svona gerir þetta og svo free-rollar aðeins og sér alveg, veist hvernig þú ert skilur og þekki ég en þarna er þess að nýja fyrirkomulagið eins og er búið að vera mjög umdeilt mikið talað að það er klift á ákveðna það er rauninni bara fyrsta æfingin þá bara helmingað keppendurna á keppniskólinu sem var svo sem fínt út af því þú voru náttúrulega allt á mörg til að byrja með sem er bara líka svolítið skrítið pæling að hleypa svona ótrúlega mörgum inn á leikana en þetta var umdeilt leið og fyrsti íslenski keppandinn dettur út sem er Sara eða ekki nei, það er Sara og Annie á sama tíma, þær fara í 10 köttinu já, eða Eik kannski fyrst, ég man ekki alveg hvernig það var nei, rétt Eik og svo kannski já, Eik, Sara og Annie já, ok, þannig Oddrún Eik var í 20 plus köttinu ég held það, já þannig að, já, hún datt held ég út sko, já, þannig að hún var í rauninni í top 30 þannig að þegar köttin er í 20 þá held ég Eik hafi farið og síðan fer sem sagt Annie og Sara þegar það var köttin er í 10 sem var bara eftir fyrsta eventin á laugardeginum sem þýðir það að það eru 2 heilir dagar eftir já, þegar ég hringdi þarna niður þú varst að leiðin í dinnerinn þá var eitthvað svona með þetta að ræða við sko, hvernig líst þér á þetta kött þarna og hvað og þú varst náttúrulega ekki að pæla í því að mikla það fyrir skiljanlega en ég hringdi í Þröst beint eftir þetta og ég er eitthvað, ég myndi það kemur eitthvað út og Bjöggi, þú veist, mistiðu sig eða bara eitthvað hann er bara köttaður út í 75 það er ótrúlega stressandi fannst mér ég sammálaði sko og ég tók því aldrei sem gefnu að ég myndi komast í gegnum 75 labbandi það er það sem að ég bjóst aldrei við því að ég hugsaði þetta samt þannig að þú veist ok, ég verði að komast í gegnum 75 ef ég næði því þá er það plus ef ég kemst í gegnum 50 plus niður í 40 plus 30, 20 og síðan 10 ég var ekkert að pæla of mikið í 10 að það var svo langt í að það kæmi en ég var samt ógeðslega ég vissi svo mikið þessi kött og ég var markmið mitt var alltaf bara ok komður í gegnum köttið og reyndu að koma þér eins ofalega og getur þannig að þú komist eins ofalega og getur þannig að sé eins langt í næsta kött og þú getur rauninni látið að vera skilur þannig að ég held að margir hafi hugsað já, þetta grínast þetta fyrir í gegnum 75 og svo enduðu við á og vorum með 5 eða 6 games aðlíta sem komist ekki í gegnum fyrsta 75 köttið það var sjokk og svo dettur Fikovski út í top 30
hittur eitthvað á hann eða talar eitthvað við hann eða eitthvað svoleiðis? Já, hann einn bara, hann af öllum tók sér best. Já. Og ég man þegar ég komst í gegnum eftir sprettina, þegar ég komst í topp 10, stelpunum voru búin dett út og það var ógeðslega margir pirraðir. Bara þú veist, mér fannst þess að margir höfðu mætt á laugardeginum fyrir sprettina og ég horfði svona á þá og þeir voru bara, ég er ekki að fara að meika það. Bara velnir til þess. Hann var samt í 10. sæti, hann hefði bara þurft að gera ágætla. En mér fannst margir bara, ég sá bara augunum á mörgum og þeir voru bara, þetta er ógeðslega aðstandi fyrirkomulag, ég er ekki að fara að ná í gegnum köttið og þá var ég bara, ok, nice. Þú veist, allir þeir bara vera svona, en ég var bara þýlt klár, bara ég að fara að spretta. Ég er sem enginn sprettlaupari, en það var fullt af NFL-gaurum manna sem eru örugglega 10 sinnum betri í að spretta, sem að síðan, þú veist, voru ekkert endilega spes og döttu kannski bara út, skilur við. Já, klikka hvað þú náður að performa þarna. Þú veist, þetta var eiginlega uppáhalds í öndum mitt af því að hvað ég bara svona slökti á öllu og ég bara, ok, nú ertu bara, þú veist, þetta er bara síðasti séns, ef þú skýtur á þig þá þetta hættur og ég hugsaði ég hafði að gráta í vikur ef ég kemst ekki í topp 10. Já. Ég var í 8. og ég hugsaði bara, þú verður bara hamra á þetta og ég hef aldrei reynt svona mikið á mig að hlaupa hratt. Þetta var steikt en þetta gekk fárlega vel. Já, eitt með þetta kött er að, sem ég veist vera svo sem bestur rökin, Tia, Claire Toomey og Matt Fraser enduðu bæði í fyrsta sæti á pallinum. Er það ekki bara nógu mikið proof, sönnun fyrir því að bara ef þú ert góður þá bara kemst í gegnum þetta kött? Jú, þetta er bara nákvæmlega svoleiðis, bara 100%. Það sem við vissum í rauninni bara ekki hvenar topp 10 kötti yrði og fólk, ég held ég sé ádeilan sé svo að af hverju heldur ekki áfram með 20 manns út laugardaginn allavega, að því að fólki finnst mjög gaman að horfa á 2 heat og allt svoleiðis. En veist, ég er bara samt svona, veist, okay, þetta er samt bara, leikurinn er samt bara svona. Veist, svona er þetta bara í ár. Af hverju ættir að vera að tala svona mikið um þetta? Af hverju, veist, ég veit að þetta er kannski unfair og að hafa spretti sem kött. Það var ekki búið að koma neitt eitthvað svona huge strength event sem var síðan næsta event. Já, kannski það var líka spurning með laugardaginn að leyfa fólk að klára laugardaginn til þess að ná henni sem styrk. Já, og líklegast hefði orðið einhverja breytingar. En þegar upp er staðið held ég að pódium séu bara rétt. Tia vann, Fraser vann. Ég ætlaði mér alltaf að vera í 3. sæti. Ég var búin að segja löngu fyrir games að ég ætlaði að enda í 3. sæti á pódium og ég enda á pódium. Skilurðu, hann að þú veist. Já, ég veit það ekki. Mér persónulega fannst þetta bara allt í lagi. En kannski væri ég núna drullið yfir þetta ef ég hefði ekki komið sér topp 10. Já, einmitt, ég væri held ég brjálar út í þetta fyrirkomulag ef þú hefði dottið út og ekki fengið að klára. En myndi ég samt bara ekki hugsa, ok, hvað var þetta sem af hverju var ég ekki topp 10? Í hverju var ég svona lélur? Já. Þú veist, maður ekki frekar en að hugsa þannig. Og það var það sem Fikovski sagði líka við mig. Hann sagði við mig, núna eru allir ógeðslega pirraðir, þú ert að standa þig fáránlega vel. Ef einhver fer að drulla yfir þetta fyrirkomulag hjá þeim, segðum bara þegja og haltu bara áfram að gera það sem þú ert að gera. Sagði hann það við þig? Já. Nýbúin að detta út? Já, nýbúin að detta út. Ég bara, ok, nice, já, ég geri það. Já. Hér. Og veist, þetta var bara svolítið hann og hann var bara tók þessu bara, þú veist, ég komst ekki í topp 10, ég var bara ekki nógu góður til að komast ekki í topp 10. Mér er alveg sama þótt hafi ekki búin að testa allt, skipt samt einhver máli, ég var bara ekki nógu góður til að komast í topp 10 á Games 2019. Já, rétt, einmitt, Games 2019. Það er líka, þetta er keppnin Games 2019. Já, skilur, hún er svona. Já. Þannig að það var lítið sem við getum gert, þetta var alltaf að plana hjá honum. Já. Það hafa þetta svona. Hvenær fannst þú, ok, hugsaður eitthvað tímann annarsætið? Ég ætla að þanga. Já, það var svolítið á síðasta deginum. Já, sunnudeginum. Já, ég var svo mikið að chasea og þú veist, ég var alveg að vinna nóga og svona. Já. Og þetta var svona, bara þú veist, vantar svona aðeins heslumunin hér og þar. Sem að, þú veist, ég á síðan bara eftir að plana með mig þjálfara. Þú veist, við bara eigum eftir að tala saman bara á Skype eða eitthvað og plana bara árið. Þú veist, hvað er það sem við getum gert eins og við gerum yfirleitt eftir games. Bara hvað þurfum að vinna í til þess að, þú veist, þetta sé ekki pódium, bara 3. sæti heldur líka, þú veist, hvernig getur orðið aðeins betur til þess að verða þá annarkvort, þú veist, 1. eða 2. sæti á næsta ári. Það var svona mjög fallegt að sjá þau sko, út af fyrst var þetta þú að berjast upp úr 4. og taka 3. Og það var svo ánægilegt að sjá að það var ekki bara þú að halda 3. sætinu, heldur líka elta annað sætið, fattar þú? Að maður væri ekki eitthvað svona, please, Panchik að standa sig illa svo Bjöggi haldi 3. Það var meira bara svona, herrum, komin í 3.
reynum að fara over. Já, það var með orðið þannig að fyrir síðast eventið þá var ekki fræðilega möguleiki að ég gæti endað í fjórða. Ég var búinn að vinna þriðja sætið. Já. Af því að Will Murat sem var í 10. sæti, hann var búinn að slíta á sér hamstringin. Já. Og ég tapa ekki móti einhverjum sem er búinn að slíta á sér hamstringin. Þannig að þá var ég bara að geða þetta að reyna eins mikið og ég gat. Já. Þannig að þetta var bara algjört success. Þetta var klárlega besta árið hingað til og í líkaminn hefur aldrei verið í jafn góðu standi núna. Mér finnst hann alltaf bara, ef eitthvað fara að verða betri frá því þegar ég byrjaði, gæti ekki gert nepið á þess að með mig í bakinu, skilur. Og þetta hefur bara alltaf einhvern veginn verða betra og betra og betra og þú veist, ég er bara á prime time og ég held að þetta er bara eftir að verða ennþá betra næsta ári, sko. Að taka þriðja sæti núna og þú veist, þér leið eins og ættir að taka það og að horfa á það eina sem er í boði er að vera jafngóður, sem er eitthvað sem að íþróttamenn eiga ekki til að fíla, þú veist, ég meina þeir vilja bæta sig og það er orðið miklu minna sveirum til að bæta sig, það er bara 2 sæti fyrir ofan það sem þú getur tekið. Já. Hræðu það þig eða ertu spenntur fyrir því, líður eins og eigi tilkall í fyrsta og annað sætið? Alveg 100%, af því ég held ef ég ætti ekki tilkall í fyrsta og annað sætið þá væri ég ekkert búinn að enda á pódium og þá væri ég heldur ekkert að þessu, þú veist, þá væri ég ekkert að þessu með svona mikill áherslu á það að reyna að verða bestur í heimi, skilur. Og mér fannst þess að þetta væri bara eitthvað svona sem ég þurfti að prófa, ég þurfti að prófa fyrir sjálfur mér, já, ég get farið á pódium aftur og svo gerum við meira heldur en það. Hverju langaði að breyta núna í ár? Það var svona kannski pínu upplifun fyrir mig, veit ekki hvort það hafi verið bara eitthvað svona daily hvernig mér leið, en þú veist, ég væri til að vera, ég held ég væri orðin aðeins betri hlaupari en við vorum með hann póka bakinu og ég var svona ekki alveg nóg sáttu þar og svo væri ég til í að það sem ég held ég þurfi mest að gera er ég þarf að vinna í bara liðleika í efra bakinu á mér, að því ég var að fá það heldur mig svolítið aftur stundum þegar ég verið þreyttur á það til að stífna meira upp og er minna flexible heldur en allt annað í líkamannum. Er þetta í alvörinni svona litlir hlutir sem hægt að breyta núna? Er bara áherslunar í alvörinni á bara... Nú er það specific að þú veist eins og í einu voti sem var að segja bara róður, ketibjöllu, pushpress. Ég á gett erfitt með að halda þeim nálægt mér því ég er með frekar lélegt overhead mobility sérstaklega þegar ég er með hendnar narrow, skilur og þá var ég að fá pínlítið mikið á no-repum að því ég átti að gett erfitt með að koma með hendurnar meira saman þegar bjöllna voru niðri og það var mitt versta finish. Þetta var líka í einhverju handstuðlap voti bara út af einhverjum ketibjöllum sem átti að vera bara eitthvað svona smá twist í votinu sem átti í rauninni ekkert að hafa neitt loka útslag eða þú skilur átti ekki að vera aðal ástæðan fyrir því að þú gerir slemt var ekki út af ketibjöllum heldur meira hvernig þú gast lappa á höndum eftir á spúum bjöllunar voru bara eitthvað grín léttar. Þannig að ég tek það mikið til minn og svo þetta svona aðeins með hlaupin ég er svona ég er góður í fjallahlaupi en ég er kannski ekkit sérstakur í krúsa bara á krúsa og það er kannski að vera bara með aðeins ég þarf að vera aðeins hraðari, skilur, gott cruise pace. Þannig við erum bara í alvörun að tala að bara breytingarna þurfa að vera bara eitthvað svona 0,5%. Já, þú veist, það er orðið það tætt held ég bara nýtoppnum og þetta er bara svona það mesta sem við getum gert en svona allt annað held ég bara áfram að gera, skilur. Sem er ekkert gefins, sko? Nei, sem er ekkert gefins og ég held bara áfram að gera það en áherslurnar breytast kannski aðeins og þú veist, mér lakar bara til að gera það, þetta er ekkert endilega major issue, skilur, þetta er eitthvað sem er alveg hægt að adressa en það þarf bara að gera það og það er oft meira en að segja það, skilur, það þarf að plana það þarf að gera það og í hverju viku og hverjum degi, þú þarft að pæla í þessu og þetta er yfir heilt ár og ég meina, þú veist, ef þú gerir bara eitthvað á hverjum degi eða nokkur sem í viku þá held ég að ég er klárlega eftir að ná að bara adressa þennan weakness, sko. Hvað finnst þér vera svona erfiðasta við þetta ferli eins og staðan er í dag? Ert þú til dæmis út af eins og þarna í þessu æfingabúðunum fyrir leikana og að tala að þú veist, þeir eru sofandi 9-10 tíma þeir eru bara að gera eitthvað einn allt rétt ertu bara með mótiveringuna í það að teygja, að nutta að borða þessa máltíð að fara snemma að sofa er allt drifið áfram af leikunum, að þú þurfir að sýna í hvaða standu þú ert
og þá bara gerur þessa hluti eða ertu sjálfur stundum bara svona þú veist, þessi æfing, já, ok, gerum hana Já, sko, málið að því mér finnst gaman að performa og ég elska að æfa, en ég elska ekki að æfa þegar ég veit ástæðina fyrir því af hverju ég er ekki að performa. Wow, býta eins, hvað með þetta? Þannig að, sko, ég elska að æfa og ég elska að performa á æfingum. Já, ok, standaði vel á æfingum. Ef ég veit ástæðina fyrir því af hverju ég er ekki að performa, já. Það pirrar mig. Þess vegna vill ég sofa 9-10 tíma á nóttunni, þess vegna vill ég borða rétt, að ég veit að það er hluti af ástæðinni fyrir því að þú performar. Ég skil, þannig að Mér finnst ekki gaman að þurfa að fara að sofa snemma, mér finnst ekki gaman að þurfa að borða hollan mat alltaf, þú veist, mér finnst ekki gaman endilega að þurfa að svona neita mér hluti og svona, en ég bara kýsa að gera það af því að það í endalókin eins og finnst á Podium og Games er þess virði, skilur. Það er ástæðan fyrir að gera það. Ég myndi aldrei vera svona strikt við mig ef ég væri ekki að gera það á þessu leveli, skilur. Og hvaða partur af þessu er svona það þreyttasta við þetta? Hvað er það sem þú þarft svona aðeins að tala sjálfa þig til við að Það gera? er að klálega borða nógu mikið. Bara nógu mikið? Já. Í alvörinni? Nógu mikið af góðum mat. Já, nákvæmlega. Þú veist, nógu mikið af góðum mat. Þú veist, ég er ekki Eva Laufey, sko. Ég get ekki elda svona góða mat. Þannig ég væri alveg til ég að verða bara, þú veist, taka bara eitthvað kors og verða bara góður að elda. Ég er örugglega allt í lagi, en þetta er oft svo þú ert bara dammit maður, en þú veist, þú lætur þig bara hafa það þegar þú veist að það verður actually þess virði. Þið finnst ekkert gaman að fara, nú ætlum ég aðeins í dag búin að sofa í 2,5 tíma, borða ömulega og varst á fyllir í alla helgina og þú performar ekki aðeingu, það er ekki drosa gaman, en það er miklu skemmtilegra þegar þú veist að þú veist, bara sofa nógu mikið, búin að borða nógu mikið, ferða aðeingu, krössar hana, nærð bara öllum tímónuðinum, ert bara á, þú veist, miklu betra peysi heldur en, eða betra peysi eða á peysi eða eitthvað. Það er gaman, skilur við. Það veit ég er svona, ok, motivation að gera ennþá meira. Þannig að þú færðir í rauninni verðlaun á hverju einustu æfingu? Í rauninni, já. Og mér finnst aldrei leiðilegt að æfa, þú veist, ég er alltaf einn, þú veist, yfirleitt einn og þú veist, ég fæ bara ennþá það mikla ánægju af þessu að ég hef enga ástæðu af hverju ætti ég þá að hætta þessu núna eða segja þetta gott eða eitthvað, skilur við. Mér finnst það bara ennþá svo geggjað og þú veist, og nú er ég bara að lifa á þessu og þú veist, ég held að ég bara eigi eftir að gera það þanga til að ég hef ekki roð í þetta lengur, skilur en ég mun ekki fara í Masters. Nei, þá er ég búin að keppa nógu lengi, sko. Ég kem ekki út að horfa á þig í Masters, sko. Nei, ég held að segja þetta gott áður en það gerist, sko. Ok, það er gott mál. Eitt með þetta, varandi að vera alltaf on svokölluðum point. Já. Hvíldartímabilið, það er mjög stutt hjá þér eftir keppni, en það er greimt. Það er greimt. Þið hendur ykkur til Mexíkó beint eftir leikana. Já, við tókum hérna félagarnir, strákarnir, þess að bróður minn var að koma fyrst skipti út á Games, félagar mínir nokkrir voru að koma fyrst skipti út á Games, öll fjölskylda mín saman og pappi, það er fyrst skipti sem þau komu og að ná að enda þetta svona fyrir þau er náttúrulega bara geðveikt, veist, þetta er bara upplifun bara fyrir þau, þau eru bara rifn og stolti, skilur. Og það sem ég held sér svolítið mikilvægt er að þú, veist, af því þú ert búin að vera svo 150% í þessa hérna átt að það er svo geðveikt að fara bara í 150% í hinn áttina að því þú fær svo mikið nóg af því þannig að þú bara klárar þessa tilfinningu að þú veist, nú á ég skilið að þú veist, bara fá mig það sem ég vill og bara djamma það eins og eitthvað að ég bara svona fer all in í það líka 150% í hinn áttina en svo er ég alltaf bara klár eftir þú veist 3, 4, 5, 6 daga fuck it, fyrir tilbaka, það er mér skemmtilegra þannig að þá er það bara búið og ég er bara búin að fá nógu mikið, ég er búin að veluna mig, skilur, eða þannig nógu mikið finnst mér núna að þú veist ég er bara klár ég að fara aftur, ég er komin á þessu. Já, þetta er eins og hann Arnar Pétursson þjálfari talar að hérna, eins og fyrir hann að þegar hann klárar svona sína stóru keppni á árinu sem þú veist núna er að fara að vera Reykjavík maraþonið þá er hvíldartímabil eftir það og þá er sukkað og bara þó svo eins og hann talaði þú veist, ef enginn er að fara að djamma með mér það bara finn ég einhvern sem kemur á djammið og ég neyðan með mér á djammið. Já, ég er að segja, veist, ég held líka bara, þú veist, bara besti íþróttamenn í heimi hafa alltaf gert það svona. Já. Þú veist, þeir taka bara sitt off-season, þeir bara urðu bara ánægði með það sem er gerðu. Nú er bara tími sem er ættu í rauninni ekki vera að fara að æfa því ef ég myndi fara beint að æfa eftir Games þá er ég bara of þreyttur á þessu.
starta bara orðið of mikið og af því að á því intensity sem við erum að gera að þú höndlar þetta ekkit bara eitthvað svona 2 dagar búnir eftir games, nú ég farin að æfa aftur ég var bara þreyttur að því, þú veist þið vantar motivationi til að koma aftur já, og finna að þið langi að byrja að æfa aftur af því annars er ég bara svona af hverju, hvað er að gerast, af hverju líður mér ekki eins og ég eigi að vera niður í gymmi núna, af hverju líður mér svona illa eða svona, af hverju er ég ekki jafn motivataður bara, þú veist, og þú þarft að finna það aftur og það kemur og ég veit það núna af því núna er ég bara komið með það aftur af því að ég er búinn að, þú veist, taka bara frí og bara nógu mikið frí og það var ekkert crossfit, ég talaði ekki um crossfit félagar mínir, þeir æfa ekki crossfit sko, þú veist, þeim er alveg saman með þetta, þú veist, þeir kom bara já, geðið, podium, ok, let's go fyrir til Mexiko, þú veist, það var bara hér Þetta voru pitstop í Wisconsin og bara vildi drífa sig til Mexiko Já, og ég held að það sé lán ég held að það sé bara, ég held að það sé hepp með það, þú veist, ég á svo mikið líf fyrir utan að líka þetta crossfit að, þú veist þeim er alveg sama sko. Bara félögum minnum og eitthvað svona, þú veist, það er bara þeir spá ekki svona í þessu sko. Hefur einhvern tímann lenti að taka ekki nógu langa pásu eða svona fundið bara, herri býtu wow hvaðan, akkur er ég ekki alveg að finna fyrir þessum áhuga lengur? Já, ég held að það hefði gerst bara líklegast öll ár þangað til eftir 2018 þannig fyrra fannst mér að gera það nógu mikið Svo þetta ná að hvíla? Já. Núna tók ég bara ok, þetta kannski hljómar ekkert mikið en það er mikið fyrir mig að taka 10 daga heila án þess að snerta eða bara sjá CrossFit stöð Já 10 dagar og svo var ég komin heim og þá langaði mér bara ekkert að fara að gera neitt annað en að æfa og það var bara besta sem ég gæti gert var í gær eða í fyrra dag þegar ég byrjaði að æfa aftur og það var bara ok, wow Já, sögur okkur hans frá því þú mætti beint frá Mexiko Já æfingarferð í Mexiko hérna það sem að þú Ég var í æfingarferð með Þóri bróður hann var þjálfarinn, það er mikilvægt þið komið beint heim og þið þurfum sem ég að rétta af sólarhringin þannig þið eru að halda ykkur vakandi Já, hann fór bara beint að sofa sko Já, ég hef engar ágjur og hún reyndar í þeim málum en þú hendið bara hvað, í 2 sesjón strax? Já, ég mætti bara morguninn bara lendum 6:30 morguninn fór heim, ætlaði að fara að sofa og komin upp í rúm, búin að loka augunum lág í rúminu 20 mínútur og svo bara, nei, ok, let's go fór bara, gerði morgumat og bara beint út í gym og byrjaði bara að æfa og það var bara svo geðvægt komast niður aftur bara ekki búin að sofa ég held ég ekki búin að sofa í svona 21 klukkutíma og þá er ég bara komin í eitthvað 30 mínútur amrap bara fullu, bara hér svo fór ég bara heim, bara fæði mér eitthvað hans að borða og bara dammit, bara hann er pínu þreyttur eitthvað hér, svo bara svona ok, förum aftur og fór að lifta setjupartinn og þá fekk maður, ég er ekki dáninu prógram endilega, ég er bara að gera það sem er skemmtilegt skilur, og bara fá æfingarnar inn aftur og svo bara kvöldið, þá var ég bara átt 8:30, eitthvað svo leys Þú tekur sko 2 sesjón það er ekki bara eitthvað svona, ætla hans að hreyfa mig eftir þetta flug eða eitthvað svo leys, það er bara æfingadagur Já, það er svona kannski að því að við erum búin að vera í svo klikkuð álegi og svo að taka bara eitthvað svona 2 sesjón sem eru, þú veist alveg örgulega miklu meira heldur en almenningur getur gert en það er samt bara, þú veist, dropi hafið með það sem vorum að gera fyrir games sko Já Anni byrjaði að æfa svolítið undan þér, ekki? Jú, núna mennur þau? Já, eftir leikana Ég held að bara að því miður stelpurnar okkar voru bara kvættaðar út, skilur og þær voru bara ekki ánæðar voru bara búið með 2 daga af games og voru ekki þreyttar Já En persónulega hefði ég bara tekið mitt off-season nákvæmlega sem ég ætlaði að gera Já, þetta snýst ekkert bara álæði sem voru að taka út á games Nei, en það snýst allt sem búin að vera að gera Það er meitt málið og ég held að ég hefði bara drifið mig til Mexiko bara lengt ferðina sko Já. Ef eitthvað er og svo er komin tími til að pæla í þessu skilur en núna eftir games að þá eru allir að fara í off-season þú þarft bara kvildina eftir allt sem þú búin að vera að gera og bara resetta þig aðeins Já, ég held að það sé mjög mikilvægt að fara í andstæða átt við gagnstæða átt við það sem þú búin að vera að gera Já, klálega og mæta síðan þá bara svona með ennþá meiri vilja ég bara svona, ég vil ekki vera of lengi þarna, ég vil bara drífa mig í hinn áttin aftur sko. Einmitt. Það er nefnilega þannig, þú vilt aldrei of lengi hinn en þú bara svona, nei, þetta var ekki fyrir mig það er bara komin aftur sko. Já, ég er sammála því Eitt varðandi hann Magnús okkar Skeving Já
hvað voru að tala samhæfingu og þess áttar í crossfitinu og það sem vantar þar, þú bentir einmitt á með leikina eða hvað kallar Jami þetta eða þið? Þetta heitir Soma. Já, og Jami þjálfari þekki gaur sem er að gera svona heila leiki, svona brain bara games eða svoleiðis fyrir meðal annars, það með einhver fótboltalið, hann með einhverja Formúlu 1 kappa sem að gera þetta og þetta ýmislegt skilur við bara, þetta svona reaction dæmi þannig að í allt sumar þá vorum við að gera 3 session í viku, 1 session tekur 30 mínútur, það sem bara í símaninum og það kannski bara, kemur bara hringur og átt bara að pikka á hann eins rætt og getur og það bara þá bara, þú veist, reaction tímin og þetta á í rauninni að segjum svo að það sprint eins og sprettirnir sem ég lenti öðru sæti í cut eventið að það talið niður skilur við bara eitthvað ready og þá veit ég að það eru 3 sekúndur þangað til við störtum og þá ég akkurat búinn að vera að æfa í þessum leikjum sem segir til mig eins og eftir að heyri pípið þá átt að íta á skjáinn eftir nákvæmlega 3 sekúndur og ég geri þetta kannski 10 mínútur heyri píp 1, 2, 3 og því ég orðin að lókislega góður í því núna að þú veist aðeins að sjá á tölu telja 1, 2, 3 heldur bara veit ég núna hvað 3 sekúndur eru þannig að þegar við fáum eins og startið í sprint-eventinum það veit ég nákvæmlega hvenær það að koma ekki það að ég hefði verið að pæla ok, Soma skilji ég var ekki að pæla bara ok, núna þetta leikurinn heldur var þetta bara ég veit alltaf að það bara eitthvað get ready 3, 2, 1 og þá ég alltaf með gett gott start af því að ég veit að þetta eru 3 sekúndur bara búið að stimpla þenni í hausinu þér já og ég held í alvörinu þetta hafa hjálpað en þú veist þetta bara þetta 0,5% já en þarna út af það er svo fá sekundubrót sem skipta á milli sætana þarna bara 100 úr sekundu skilur skiptu bara á milli já. Þannig að þú veist þetta bara skipti öllu máli sko já. Og ég ætla bara að segja að þú veist það er líklegast þessu að þakka að einhverju marki að þú veist ég hafi staðið með það vel í sprettunum en þetta svona veist, kannski hafa ekkert allir trú á þessu og veist, þetta bara eitthvað sem við höfum verið að implementa eða Jami þjálfari hefur verið að gera og hann alltaf að reyna að finna nýja leiðir til þess að við getum bætt okkur þú veist, þetta 0,5% hér og 0,5% þar af því að til þess að þú veist, vinna games það bara þessi hlutir og ég væri ekkert að pæla í þessu ég væri bara að reyna að halda mér í formi sko Nei, nákvæmlega. Já, en ástæðan fyrir að ég nefndi Magnús í þessu samhengi að hann var að tala þú veist, hvað vantar í CrossFit og síðan hann líka, þá var hann að tala þessa samhæfingu og ég meina, þú veist, ég alveg sammálunum, ég meina þú ert ekki að dansa inn neitt æfingu og þú ert ekki að gera neitt í einhverjum, hvað segir maður, við einhvern takt, eða í takt við eitthvað. Það svo rétt, sko. Einmitt, en ég meina, hvaða íþrótt hefur allt saman, þú veist, CrossFit reynir að segja þú veist, þú ert fittest en þegar fólk hugsa fittest, hraustastur þá það kannski ekki rosa mikið að hugsa eitthvað wow, hvað með góða samhæfingu eða skilju, þú veist, það meira bara svona taktfastur þessi já, þú veist, það kannski hinn hlutinir en það var samt gaman að sjá þetta eins og í Fondulaki fyrra það voru að klára eitthvað erfið æfingu og síðan bara allir í síman og þá ekki að tala að fara að checka á Facebook eða Instagram, heldur allir í síman í hennan leik beint eftir æfingu, hann vildi fá okkur þreytt í eitthvað svona einbeitingar æfingar einmitt. Það var einmitt leikur sem við vorum að spila svolítið í fyrra og núna eru bara raunni konu svipaði leikir bara fleiri og þetta alveg þannig að þú ert bara nei gamli, erum að fara að gera Soma núna, þú veist, þú kannski búin að æfa bara í 7 tíma yfir daginn og ert bara heima og bara liggur bara eins og þú veist, bara einhver skötuselur í sófanum og hann bara eitthvað sendir, hann kannski inn í herbyggja prógram eða eitthvað, svo sendir hann bara message á okkur öll, bara Soma og við erum alltaf bara nei, ég nenni ekki að gera Soma núna af því við þurfum alltaf bara eitthvað svona að setjast og við erum öll bara alltaf eitthvað að sopna yfir þessu, skilur við. Og þetta náttúrulega bara andlegt. Þannig séð, þú veist, ég meina þú ert ekki eins og að standa upp og gera neitt. Nei, þú ert bara að pikka á skjáin, skilur við. Hefur þú einhvern tíma fundið fyrir eða rætt við Jami eða bara skoðað svona taugakerfisstreitu? Bara CNS fatigue? Nei, ég hef ekki mikið pælt í, eða þú veist, hann 100% án þess hann sé mikið að segja mér það en hann meinar þau bara upp á þú veist að preppa systemið og svo leiðis meira bara að grilla of lengi að vera undir ómiklu álægi og vera bara orðin bara frekar þreytt og allt einhvern veginn ómögulegt og bara nennum alltaf semja upp úr rúminu og já ég held að bara þú veist einmitt kannski án þess að hann sé að tala það við mig en hann sér það bara og hann veit
bara leið og ég orðin þreyttur þá sér hana bara okay, þú veist, þetta orðið of mikið hér og þá veit hann trúlega bara, þú veist, CNS bara orðið grillað hjá þér vinur en hann ekki mikið að informa mig eða ræða það við mig, þú veist, að reyna að gera mig að einhverjum vísindamanni varandi það sko. Það ekki líka ástæða fyrir, eða þú veist, eitt af því besta við þjálfara að þú bara svona treystir honum og hann fær bara pæli í þessu bara svona eins og að vera með umbóðsmann bara já, eitthvað sem vil sponsa þetta eitthvað, ok, bara hann sér þetta ég skal fara á að æfa skrifaðu hvað sem á þessa töflu, ég skal gera það en ekki tala við mig að ég þurfa að skrifa undir eitthvað samning og mæta þarna eða gera þetta, þú vilt bara koma því öllu frá þér Já, klálega og ég held að það sé geggjað ég held að ég sé bara fyllt heppin og hafa hann sem þjálfara að þú veist, hann græjar þetta bara prógramið, við pælum að líði og ég skoða alveg hvað þetta í gangi en ég hef aldrei farið á æfingu og hugsað af hverju ég að gera það veist, af hverju ég að gera þetta og það alltaf bara svona, já, ég að gera þetta af því að og ég fæ alltaf útskýringu og ég veit alltaf hvað að fara að gerast og ég mjög impressed við games athleita sem prógrama fyrir sjálfa sig mér finnst það reynda magnað sko, að geta gert það og þú veist, ekki það, þú veist programmeringin skiptir náttúrulega máli en það líka náttúrulega bara hver þú ert og hversu mikið talent þú ert og hvað þú ert að leggja mikið á þig en þú veist, til þess að komast upp í top 10 games, þú þarft alveg að vera með gott program sko, þá þarf enginn að segja mér eitt annað og líka oft þegar þú ert að programma fyrir sjálfa þig að þú sért þá ekki að ok, bara ég ætla að taka Söru sem dæmi hún klárlega þannig, ég held ég sé ekki að tala niður til hennar með að segja þetta eða gefa upp eitthvað, hún bara þannig að henni langar að gera meira og ef hún fengi að prógrama sjálf, þá myndi hún líklegast gera mikið, er það samanlega? Já. Veist, það bara óþælt fyrir hann að hvíla allir sem það ekki að Söru, samanlega því Já, þegar þú ert að þjálfa sjálfa þig þá værirðu kannski að segja maður að þjálfa þig og einhvern annan það myndir vera svo miklu skynsamari þegar þú verður að þjálfa fyrir hinn aðlan heldur en sjálfa þig þú var alltaf í einhverjum rökraðum við sjálfa þig bara svona drasliðitt drullast á æfingu, skilju þú getur ekki verið að gefast upp núna meðan við hinn bara svona, ég sé það að vera þreyttur pröfa að hvíla í dag, koma aftur á morgun til að sjá hvernig þú performar það var bara svona, já, það virkaði einmitt, menn í hinn aðstæðan þá ertu bara ég get ekki verið að hvíla núna, það er stutt í games ég þarf að vera að negla einmitt en það Sara náttúrulega með þjálfara núna og sem sér þetta fyrir hana og allt það sko en maður bara svona tók upp í eins og 2015 að hún var að fara svona fyrstu leika hún talaði alveg það held ég sjálf í podcastinu að þú veist það bara óþægilegt að vera ekki að gera allt sem hún mögulega getur til þess að vera í eins góðu formi fyrir leikana og hægt meðan að rétt fyrir leikana þá bara besta sem hún getur gert að gera ekki neitt út af því þú vilt að þessu er tilbúin sko. einmitt og þess vegna ég held að þessi partur að ég líka að þú veist þess vegna treyst ég þess vegna er ég alltaf tilbúin til að gera ekki meira að því fyrsta lagi finnst mér þetta að vera nóg en líka öðrulega ég treysti að þetta sé nóg og ég ekki að skilja hann þetta eftir og ég hugsa alveg það við sjálfum mig oft ok, ég búin að vera að gera þessa hluti sem að voru vesen í fyrra og það alltaf, já, ok check, skilur bara svona við svona pínlítið tala við sjálfum mig og sjá hefur þurft að breytast og það breytt og það alltaf, já, ok, það breytt og stýra að vera betur hér og þar og það hefur alltaf sannað sig að það hefur alltaf að vera betra og betra þannig ég hef enga ástæðu til þess að treysta honum þjálfarnum mínum ekki þannig að þá vill ég ekki vera að gera meira af því þá verður það bara of mikið það ýmislegt annað sem ég getur gert meira eins og að sofa meira, borða betur teygja meira á, meira mobility hugsa meira hreyfigetuna og allt það en að bæta við alltaf meira voljumi, meira intensity alls ekki svarið af því við erum að gera nóg alveg 100% sko. Hefur Jami einhvern tímann skammaði fyrir að vera ekki að sinna þú veist, svefni nóg mikið eða lætur hann að heyra það fyrir einhverja hluti eitthvað sem úr að klúðra á hans álfu? Nei, ég held ekki eina sem hann hefur sagt ég tók alveg bara frá því byrjaði þá ég tekið svefnin og ég hef alltaf heyrt þetta og ég veit ekki alveg af hverju ég veit af hverju en ég hef bara alltaf heyrt að svefnin mikilvægast og ég hef einhvern veginn alltaf sett hann fyrir ofan næringuna líka okay. Af því að ef ég hugsa þetta svona ef ég sef 1 klukkutíma á nóttunni en borða vel daginn sem ég að æfa eða bara sem ég borði vel yfir daginn en sofi 1 klukkutíma þá performa ég verð heldur en ef ég borða illa
og sef í 10 klukkutíma það er bara svona eitthvað svona þetta getur vel verið að sé bara vilsa en svona upplifið þetta bara Já, og ég meina það er fínt að einfalda þetta svona til þess að bara minna sig á þetta Já, ég bara einfalda þetta nákvæmlega þannig en svo ef þú setur þetta bæði saman geða eitthvað gott, þá er þetta náttúrulega ekstra næs Ertu búin að breyta ykkur í mataræðinu ég held þú að síðast þegar ég var að tala við þig Þá tölum við um RP hana Já. Ég er ennþá að vinna með þeim og þegar ég geri það bara yfir allt árið en núna í Gameskampinu þá voru alltaf að bæta þá er Yami þjálfari mikið að hugsa um það að bæta við meiri kolvetnum og þú veist, það sakar bara aldrei Hvað ætti það að gera vont fyrir þig skilur við erum að æfa það mikið að núna vorum við að fara upp í 600 grömm af kolvetnum á dag og það er svona 100 kolvetnum meira heldur en að ég geri venjulega Ekki það að ég finni sjúklega mikinn mun en ég var alltaf með fáránlega orku yfir games allan tíman Wow, og heldur að það hafi spilað inn í það? Að ég hafi borðað svona mikið yfir helgina spilað inn í Hvernig voru það, hvernig kolvetni varst það innbyrða? Var þetta í duftið eða varst það í grónum bara eða eitthvað rugli? Í þessum rice cakes Já það? Já, bara alla helgina bara, þú veist, ég veit ekki hversu mörg kíló af hrísgrónum ég borðaði yfir helgina en það er bara svo næs að því að það er það er bara svona cream cheese, hvað er það? Rjómaostur Já, rjómaostur, auðvitað Rjómaostur, hunang, hrísgrjón og þannig er þetta búið til þessar rice cakes og það er svo geðveikt auðvelt að borða þetta því að svo gott bragð þessu meinar og þú veist, þú ert kannski bara einn lítill svona kuppur eða kannski bara 16 til 20 gram af kolvetnum og þú veist, þetta eru 2 bitar Já, þetta er stór hættulegt bara þið sem er að hlusta ekki borða þetta sko bara ekki gera þetta nefnir fyllt með fullofnir Já, í rauninni sko, þetta er stór hættulegt og ef þú ert ekki að æfa nóg mikið þá áttu þetta að bæta á þig 100% Ég bara lofa, þið eruð ekki að æfa nóg mikið bara gleymið þessu það var engin að tala um nefnir ómást og hunang sko, bara gleymið þessari pælingu Þetta er alveg mega sko Já, er það að negla sér ykkur beint eftir æfingu út af að maður hristi nú ófá brúsana fyrir ykkur eftir æfingar í fyrra Við drekkum yfirleitt sykur yfir æfinguna og það sem við vorum að gera með rice cakes núna var að það var sem við tókum máltíðina og bættum alltaf 2 kuppum við hverja máltíð yfir daginn 2 kuppar eru þá þú veist, 32 til 40 gram af kolvetnum pluss við hverja einustu máltíð yfir daginn og þú borðar 4 til 5 stórar máltíðir á dag Ok, Anni líka? Já, hún var bara með aðeins minna portion þannig að það var ekki alveg mikið og ég og Fredrik Já, Fredrik náttúrulega kefti ekki á leikunum? Nei, það var 50-50 Það var alveg vitað Já, þetta var búið að vera bakmeðsli í svolítið tíma en hann hefur aldrei verið í góða formi sko damn, eða? Já, bara, hann tók mig alveg sko Shit Já, það gerist alveg í æfingum sko Já, en eitt með það, þegar menn taka þig á æfingum það er ekki að sama að taka þig í keppni Nei Ég er sótans performer sko Já, sumir ná bara ekki því besta úr sér í keppni Nei En mér finnst ég hafa náði eiginlega alltaf Já Það er svona kemur einhver svona tilfinning sko ef ég svo hrættur við það að performa ekki að ég bara performa alltaf skilur og á það til að gera kannski eitthvað og þú veist, ég get ekki 100% tilfella en í svona þessu keppnum reyni ég að gera bara allt fram að keppni til þess að þetta verði bara gott Hvernig fannst þér eins og í clean eventinu í dag? Nei, í ár Já, þú veist, ég á 170 í cleani þetta var 165 kíló á 3. degi og þingsta clean sem ég hef cleanað eftir að ég mötti mín hérna Ok Já Ég hef ekki búin að cleana 165 í 1,5 ár Já Þetta var svolítið epist event að mínum mati þarna voru þið bara 10 eftir allir inn á sviðinu, það var bara að hækka stöngina það var bara svona liftingamót og bara þeir sem hætta, þeir þurfa að hætta og bara getur þú haldið áfram eða ekki bara ok, sestu það bara hinum meginn að þú ert búinn klikkað sko Það var geðveitt event, ég held að það verið frábært að horfa á þetta og ég held að þú veist að það hafi verið kottanir í 10 gaf þennan option að vera með þetta auðvitað Þannig að þetta varð allt miklu flottara setup við það að vera með svona fáa alveg 100% en ég man líka eftir að þú veist maður var orðinslega þreyttur sko í lærunum og svona á þessum tíma að ég var með 160 klínið ég náði ekki bánsinu
Já. Og þurfti að standa upp bara aðeins að vera með bounce. Já. Og fyrir 165 klínið þá leiti ég bara upp í stúku og bara lyfti höndunum upp bara þið verða að hjálpa mér. Og ég gerði það fucking trilltist allt, ég bara heyri ekki í sjálfum mér og svo hugsaði ég bara, þú verður bara að ná bounsinu, ef hún ekki bounsinu þá er þetta ekki að fara upp og svo bara, dam, klikka bounce og bara, þetta var sjúk tilfinning sko. Þú líka fagnaði því hrækilega. Já, þetta var svona massíft sko, þetta var líka alvöru clean sko, 3 bláar og 1 græn 365 pund, það er alveg svona það er nett sko. Er það 165? Já. Þetta var grjótart maður. Þetta var einn skemmtilegast æfingi til að horfa á mínum mati. Já, ég sammála. Og mér finnst þessi leikar, mér finnst það skemmtilegir að horfa á. Það voru margir sem voru eitthvað kvartið verið svo eitthvað svoleiðis. Ég held að það var bara svona smá bituleiki út í köttið, skiljanlega. Þú veist, ég hefði þú veist, það var mjög pirrandi að Sara og Annie og Eik eru bara dottin út. Já. Ég er alveg sammála. Ekki þetta gerir því, út af maður vill samt alltaf svona vona að fólk ná einhvern veginn svona einhverju siglingu upp. En síðan var maður bara, what? Þetta er bara Katrín þannig og Þuri eftir. Já, einmitt. Og það er representuð svo sem fáralega vel eins og það gerðu og stóðu sér frábæla. Já, ég er náttúrulega mjög sammála því sko. En það er nýtt sama, að þú hafi verið efstur af öllum íslensku keppendum. Loksins fekk ég spotlightið, það komið tími til þetta sko. 2015, hann vann Katrín og ég fekk ekki spotlight fyrir að lenda í 3. sæti sko. Nei. Og það er gaman að vera svona þessi sem var á frontpageinu loksins sko. Já, ég algjörlega. Fyrst að vera á frontpageinu. Já, einmitt. Fyrst að vera á frontpageinu ásamt steragreininu CrossFit. Já. Hvað var það? Það var geðveitt, bara leið og bara eitthvað Björgukart, bara eitthvað 3. sæti games og svo bara eitthvað meistari sem var búin að búa til eitthvað svona, einhver grein sem stóð bara eitthvað grönur fótur fyrir steranóðgun í CrossFit. Já, bara svona, af hverju er það að gera þetta núna, til hvers? Já, þetta var leiðindamál. Já, þetta var leiðindamál, þetta var samt, þú veist, Lastu viðtalið samt? Þessa grein? Nei. Ok, hefði að vera að spjalla við Unnar. Unnar var ekki að koma til vísis eitthvað að ég vil ræða við ykkur steran okkur í CrossFit. Það var bara einhver sem ákvað að tala við hann og hann svaraði mjög vel, hann var mjög professional og auðvitað segir hann, veist, það er alveg fótur fyrir því að fólk sé á sterum í CrossFit eins og öllum öðrum íþróttum en bara þessi tímasetning sko. Að bara leikandi búnir, Björk í 3. og fólk í CrossFit nóta stera. Þetta var svo geðveikt. Þetta geðveikt típist eitthvað. Á þessum tímapunkti þá varst þú bara að pissi í bolla þegar þessi grein kemur út. Ég er ekki grínast, ég á með síman svona, ég var að lesa þetta og þá ég fór að segja þetta í blóðpröfu og pisstest og gæinn var búinn að strappa svona gaur utan hendina á mig bara til að ná bara æðunum út og meðan var bara ég í símanum hér að svara þessu öllu. Já, bara greinin CrossFit. Greinin CrossFit, bara kommenta eitthvað annir á CrossFit á Íslandi. Já. Það bara á sama tíma og ég var bara að vera að draga úr með blóð sko. Hvernig lyfjatestað yfir árið? Er testað eins og núna var ekkert regionals? Nei, þannig að það voru þessi sanction event það sem okkar náður í meða á games. Já. Þannig að Er Dubai testað? Já, okay. Þannig að hann testaður Dubai, svo er testaður á RCC, svo er testaður á games og svo eru þeir með bara svona throughout the year einhverjir teknir svona hér og þar. Random? Já. Bara mætt heim til manns eða? Já, það er líka gert. Hefur lentið því? Ég hef lentið í hjá LSI. Já, fyrir liftingasambandinu. Já, þeir hafa bara komið bara, þú veist, niður í hengil þegar ég var að þjálfa. Þú veist, ég hef ekki tölu á því hvað ég er búin að vera í mörg lifið frá núna sko. Þú veist, það er bara eitthvað 30 eða eitthvað. Já, ok. Bara síðastliðin eftir ég byrjaði að fara í liðapróf sem mest svona 2015 eða eitthvað. Er það ekki alltaf stemming að pissa í einhverja dollu og það er bara eitthvað gæði sem stendur yfir? Jú, það er alltaf bara svona herri galli en að kveika vaskinum. Já, láta eitthvað renna. Já, það virka vel. Feimna blöðri. Já, en þú veist þetta fennst alveg ágætlega sko. Það pínskruti fyrst, það er alltaf núna. Hvað eru margir teknir í games, eða eftir games? Er það topp? Já, alltaf allt pódium með tekið. Svo eru þvílitt mikið að testum bara yfir alla helgina. Já, ok. Og það getur verið heldur óþægild að vera tekin yfir helgina því að þú veist það getur verið svolítið stutt í event og þú ferð ekkert sko fyrir út búinn. Já. Ég veit ekki hvernig það myndi gerast eða myndi hitta á en ég heldur svo sem reyni að taka þig þegar þú átt smá tíma skilu. Svolítið rúman tíma til þess að þú veist klára þetta allt saman. Og þú veist, ég meina, Eik var tekin, ég man ekki alveg hvort að Þuri var tekin líka bara á, þú veist, 50 deginum eða eitthvað á games. Já, ok, bara svona random. Já, það var alveg mikið verið að taka fólk. Hver voru lyfjaskandalarnir í ár eftir? Var ekki einhverju sem var svona stærri nöfn sem að dutt út eða stærri nöfn? Jú, Já, það var fullt
það var nú alveg á það var á sanction eventunum og náttúrulega erum ekkert búin að heyra neitt frá Games. Nei, já, það myndi ekkert koma í ljós strax eins og með Ricky Garard, það kom út miklu seinna. Já, alltaf kom ekki bara í það bara verið honum líklega skert ljóst að hann hafi fallið svona 3-4 vikum eftir Games. Já. Og svo þurfa eitthvað appealing process og eitthvað svoleiðis. Geggjaður punktur í því sko, ekkert eitthvað frábær punktur en bara svona eitthvað sem ég pældi ekki í er að Ricky fekk að upplifa þetta moment á pallinum og gæinn sem í fjórða sem var Patrick Wellner einmitt, hún er með bumpað upp í þriðja eftir að Ricky er felldur en hann far aldrei þetta moment. Skilur, hann far aldrei að standa á pallinum, fagna þessu allt þetta og þó svo þessi teki frá Ricky það fær Patrick samt aldrei að eiga þetta. Nei, hann fær bara peningin. Já, einmitt. That's it. Og ég hugsaði núna að djúlar ég pirraður maður pældi, þú veist, ef ég hugsaði núna og þú veist, ég er að upplifa þetta aftur. Já. Og þú veist, ef þetta væri tekið af mér það var svona, shit maður, djúlar ertu glataður. Já. Hvað gerir það? Í últrahlaupunum þá er oft svona refsingar fyrir eitthvað ef þú ert ekki með eitthvað ok, til dæmis eins og það er regla bara að þú verður að hlaupa með svona álteppi og okkur flautu og okkur svona dæmi og svolítið cool. Álteppi? Já, ef þú verður úti eða ofkólun eitthvað þá getur þú allan að bara sért með eitthvað svona neyðarbúnað og á drykkjastöðunum þá svona tjekka á þér, bara, ertu með þetta? Og ef þú ert ekki með það þá er ekki bara tekið af tímanuðinum í lokin heldur ertu stoppaður. Bara í keppninni? Já, þú þarft að bíða þetta í 10 mínútur. Það er refsingin út af því að þú mátt ekki veist, það bara breytir landslægin í allir keppninni og segjum að komið sem fyrstur í mark skilur þá er alltaf búið að taka ekki með teppið en ég skilu þetta er bara reglur já, en það er alltaf ekki takt eitthvað í crossfitinu eitthvað það ætlum að lifa prófa núna og ætlum að það fá ekki niðurstöðuna strax sko. Nei, mitt býst ég við? Nei, já, tekur einhverja nokkra vikur sko. Og það, já, ég held að það sé alveg að gera bara vel, þú veist, það er bara mikið verið að testa, ég hef aldrei séð persónulega, heyrt ég mikið test eins og núna á þessu ári þú veist, ég heldur vilji bara reyna að gera hvað sem er til þess að þetta sé heiðalegt sport og held að það sé bara fyrir öllu sko, þú veist, það er leiðinlegt að einhver geti bara tekið af þér þetta experience, skilur en mér finnst samt eins og eftir því sem að maður verður reyndar í þessu sporti nú get ég bara að tala crossfit að því ég hef ekki vit á öðru að það finnst mér eins og þetta sé bara þetta er ekkert toppurinn sem er að nota þú veist ég vil bara og trúi því bara ég sé að keppa á fairgrounds og það að ég viti að ég hef aldrei nokkuð tímann snert við þessum hlutum og ég sé svona nálægt því að vera bestur í heimi að þá hugsaði bara það er ekki séns að hann sé að nota þú veist, ég hugsa bara Fraser, skilur bara nei, þú veist, það er bara ekki sens hann er bara aðeins betri en ég þú veist, ég þarf bara að vera aðeins betri en þú veist fólk á svo auðvelt með að byrja bara að judgea af því það er ekki þar þú hefur ekki hundsvit á þessum hlutum og ég elska gæjan sem á kommentakerunum sem að segir, það var einhver snillíkur sem kommentaði MBL eða eitthvað skilur á mér eitthvað svona, nú getur hann átt fyrir sternótkunin í næsta ári þegar hann tilkynnt eitthvað að Björgvin fær 10 milljónir já og þú veist, þú horfir bara á einhver það er bara svona, þú veist ekkert hvað þú ert að tala af hverju myndur þú kommenta þetta það var hann búin að safna fyrir sternótkunin já, það er bara það sem við erum að gera það var góð titill, Björgun búin að ná upp í steraskjöldinu Björgun getur verið að kaupa þetta og þetta og hann á efna þessu næstu 2,5 árið það er titill, ég hef viljað sjá það sko já, geggjað en þannig er samt, já, með þessa steranúkun og ég held ég hef sagt það áður en það er svona það pirrar mig að hvað þetta er fljótt tekið upp í umræðinni bara svona crossfit maður eitthvað, já, djöfull er hann góður maður hvað er fólk ekki að nota eitthvað þarna þú veist, maður bara svona býtu, áttar þig á því þú veist, horfðu á standi sem þú ert í og hvað þú ert mörgum kílómetrum frá því að komast í bara tæri við að performa eins og þessir einstaklingar út af því að þú ert ekki með næringuna og svefnin og allt sem þú ert að gera sem er bara endalaust óteljandi leiðinlegt og mikil vinna og það fyrsta sem þú heldur að brúa bilið er bara, ef ég myndi ekki að stera þá var ég miklu nær sem gæja og bara svona, nei þú værir ekkert það nálægt ef þú myndið fá þér sko þannig að
ég veit fólk, ég veit það, þú veist, þetta bara einhvern veginn bara svona, það kannski bara til að, ég veit það ekki, upplifa sjálfa sig og segja að þetta sé bara svona af því að þeir eru að nota þetta og það bara einhver svona magic pill og maður bara svona, já, ég meina og bara það gerir þetta allir að einhverju leiti bara í mismiklu magni, þetta bara eins og þú veist, ef einhver segir bara já, hann að gera þetta, já, hann náttúrulega ekkert með barn, maður, pælti því að maður var ekki með barn eða skilur maður getur verið að gera þetta það alltaf eitthvað auðvitað horfir á lífið frá því sjónarhorni að þú veist, frekar hann að gera þetta þá getur þú sagt eitthvað og borið eitthvað fyrir þig á meðan eða skilur þú, bara svona já, hefði ég byrjað í crossfitinu fyrr þá væri ég örugglega, þú veist, þetta það er ekki bara svona, djöðlar ríkur hvað hann ekki að borga skatt eða það alltaf þessi já, ég veit það bara það eftir að bera eitthvað fyrir sig svo þú þurfur ekki að gera það er bara einhver afsökun þannig virkar svona orðaleikurinn sko. en ég er alveg samanlega þetta svona ég veit ekki, þú veist, þetta er bara svona þegar það er byrjað að tala svona notkun og eitthvað svona þetta fólk blæs þetta svo upp þetta verður svo mikið og þetta getur sett svo svartan blett á það sem við erum að gera gott og ég held að það sé meira svona það sem ég veist leðilegt er að þú veist ef einhver er að nota og þú veist það kemst í ljós og þú veist þá svona er einhvern veginn sett svartur blettur á kannski þá sem er ekki að nota og þá svona eyðileggur aðeins fyrir manni veist, kannski bara sportið og fólk byrja kannski að þess að líta niður á það þegar það þyrfti ekki að vera að því og veist maður heyri kannski meira þetta veist, í CrossFit heldur en öðrum sportum, þú veist, með eins og fótbolta eða eitthvað, en ég meina, þú veist, CrossFit er líka íþrótt þar sem að þú myndir geina helvíti mikið á því já, og líka bara nýtt og svona mikið trend í íþrótt og allir æfi þetta og hérna einhvern veginn, þú veist margir sem eru búin að vera í öðrum íþróttum að koma yfir í þessa íþrótt og svona, þetta er bara íþrótt sem er í sviðsljósinu og ég meina, manstu hvernig það var sem 2015 og 2014 þá bara verið að senda message á Vísi og MBL bara, hei, nennið að fjalla hvað er að gerast hérna eitthvað, núna er þetta bara á stöð 2 já, einmitt eða, veist, það er bara miklu meiri áhugi fyrirseldur en nokkuð tíman sko. já, þú veist, fólk sendt út til þess að fjalla keppnina til þess að vera með update á hverjum degi já, mjög skemmtilegt já, þetta er bara, veist, þetta er að þróast í svo fárulega góða átt sko. já, heldur að hefur einhver áhyggjur að því að CrossFit reyna svona, hvað sem graf undan þessari keppni sem CrossFit-leikarnir eru? Nei, ég held ekki, mér finnst þetta bara eins og þetta sé bara verið að taka annars skref og verið að færa þetta kannski einhver aðeins aðra átt já, en það var ekki sá feelingur í ár að öllum leiðin svo væri verið að grafa undan þessu nei, alls ekki, mér þegar ég á komin loksins á games þá var ég bara ok, þú veist, þetta er geðið þú veist, þetta er bara stærra ef eitthvað er já. en það sem ég fannst algjör sturlun var að eyða Instagraminu já, og Facebook-síðunni en þeir eru ennþá á Twitter, sko í alvörunni? Já, þeir eru bara ennþá á Twitter ég man ekki alveg hver ástæðan getur verið fyrir því bara, veit ekki alveg en á Instagram, þú veist, þetta bara búið að byggja þetta upp í 10 ár Epist líka þegar að þú veist, það var að tísa einhverjar æfingar og eitthvað svona inn á Castro-síðunni og CrossFit Games og eitthvað svona og ógeðslega gaman að fylgjast með þessu en þetta var eitthvað ádelega á þeim á Facebook fyrirtækið og sem ánáttúrulega Instagram en já, þetta var eitthvað svona pólitísk ákvörðun sem enginn nefndi eitthvað að vera eitthvað svona já, flott hjá ykkur, það var meira bara svona ægur, ég fylgist með CrossFit þarna, nennið ekki bara að bringa þetta aftur upp já, mitt, nákvæmlega já, þetta líka var gott fyrir okkur svona þeir sem eru í toppnum skilur það var svo geðveitt margir sem voru að fylgja CrossFit Games og ógeðslega næs að fara að repost frá þeim já manstu 2015 þegar tók myndina þeirra Mallorca og varst að hlaupa brautinni og CrossFit Games repostaði ég fekk bara 50.000 followera þetta var bara milestone í þínum ferli já klálega, þú veist hvað var ég með stert Instagram þegar við vorum í Mallorca það var eitthvað djók, ég man að Sara var með 30.000 já. Og ég var með svona 8.000 já, þú varst með undir 10 þú varst ekki komin í káið þú varst bara með 8.753 skilur, þú varst ekki komin í káið hvað ertu núna? Ertu með 150 detti 160.000 okay. þannig að þú veist, bara eftir games er búin að bætast 15.000 er ekki verið að gera einhverja svona mini-doc þig eða? Jú, það var reyndar mjög næs er það Nikolai? Já, Nikolai partur 1 er komin út já, ég var að horfa á það og ég veit ekki alveg hversu margir partar það eru en er það í gegnum alla leikana? Já þannig að þetta er Games 2019? Já, það er nefnilega geðveikt það er geggjað út að það gekk svona vel líka já, þannig að hann hitti alveg á réttan mann til þess að fylgja sko. já, nákvæmlega
og þetta í, Virus að sponsora þetta og sem einn stærsti sponsor. Já. Þú stærsti íþróttamaðurinn ennþá? Já. Eða hvað? Já. Það geggjað. Já, ég held að ég sé svolítið þæginlegur til þess að sponsa þegar ég svona consistent og búin að vera þannig að þeir veit alltaf að ég að fara að delivera sko. Bara 7-13 sko. Já. En já, ég er ekki að taka 3. sæti og svo kemst ég ekki inn á games. Nei. Skilur, ég er alltaf inn á games og er alltaf í top 8 eða á podium eða eitthvað. Já. Þannig að ef það er eitthvað úti þá Ég er mjög þægilegur til að sponsa. Það er líka eftir að þú fyrst umbóðsmann, þá ertu búin að vera þægilegur og þá gerir eitthvað á samfélagsmiðlum og þá er einhvers virði fyrir fyrirtæki að vera í samstarfi. Já, ég væri ekki með Instagram manna sko. Nei, Nei, ekki svona Facebook sko. Nei, þú er bara að skoða MBL og Vísi í tölvunniðinni sko. Já, það er svona cirka bát það sem ég geri. Ertu maður í að fara í, ég var auksið út af að vorum að ræða Lionel Sanders hérna, Já. 3-meistara, Iron Man. Ertu maður í að fara eitthvað svoleiðis í seinni tíð? Ég hugsa það, eitthvað svona mental rugl. Já. Ég var að gegja til í það og þú veist, ég hugsa að ég verði sé svona ágætis endurance athlete. Ég held að líka. Ég held að þú getur verið á þessu hjóli endalaust. Já, og ég veit bara að ég þarf þá, þú veist, ég verð ekki jafn þungur sko, þú veist, ég get ekki verið með alveg mikið, þú veist, svona vöðvaður eða þannig. Nei, brjóstkassin á þér þú ert að burðast með hann sko. Og hann líka tekur á sig vind sko. Já, nákvæmlega. Þannig að ég held að seinna meir var ég meira til að taka eitthvað svona klikku challenge, bara svona rugl eitthvað, samt byrja bara skilur í byrja á að bara taka marathon og svo verið til að taka Ironman og já, bara að reyna að verða ágætur í því sko. Já, Laugavegurinn? Já, 100%. Er það? Já, ég væri til að gera. Er það ekki smá bara svona áskorun? Jú, ég hugsa, það er klálega og þú veist, ég bara þú veist, ég myndi ekki hoppa út í hann núna sko. Nei. En ég myndi vilja æfa fyrir hann og vilja hafa tíman til þess að æfa fyrir hann og svona gera þetta svolítið alvöru af því ég myndi aldrei reyna að fara hann bara til þess að klára hann. Nei, einmitt. Ég myndi alltaf vilja svona, performa eða eitthvað. Já, það var líka svo áhugavert að sjá sko hvernig crossfittara myndi gangi ég meina það er alltaf gaman að sjá hvernig crossfittara myndi gangi í einhverju öðru sporti sko. Sérstaklega það er ekki of teknilegt út af að svona últrahlaup eru svolítið bara snist capacity eða þú veist hversu úr megnuður að gera en það sem var í vesinu fyrir þegar þú var að druslast með þennan líkama sko sem er svo hæfur í ógeðslega margt annað en að bara hlaupa. Það er bara svo þungt. Já, þess vegna samt koma óvart og þess vegna var þetta líka svolítið skemmtilegt skemmtileg æfing, Esjan á RCC. Já. Þú rústaðir henni maður. Já. Hvað, 27-22 eða eitthvað? Já, var það ekki, ég held að 27-22. Og þú varst búinn að æfa hana sko. Já. Vissi af þessari esju einhvern tíðan fyrir kemurna tók hann einu sinni þar sem að því að svo langt sinni fór hana hafði ekki hugmynd hvernig landið liggur og ef þú veist hvernig landið liggur þá veistu sirka hvernig það er að koma tröppur hvar þú getur farið upp brekku í staðin fyrir að þú eru alltaf að steppa og þar fór ég bara einhvern veginn upp fyrst bara að reyna á góðan tíma og bara svona keyra mig út þá var ég eitthvað 28-50 eitthvað. Já, það var strax undir 30. Já, ég var náðið því reyndar, var undir 30 og svo fór ég hugsa svona ok, ég geta næst aftur eins og enn fyrir kemurna og þá ætla ég aldrei að taka tröppur að þú veist, mér fannst heart rate jacka svo fáránlega mikið upp ef ég hljóp upp tröppur en ekki til hliðar upp brekku við skærum tala að þú ert alltaf að taka stærri skref þannig að þú veist, á esunni er geðið mikið option til þess að stíga á steina þannig að þú þarfst að actually stíga upp á næsta stein bara sem svo tröppur en svo þú ferð aðeins til hliðar við það þá er yfirleitt grasbrekka ég skil og munurinn fannst mér liggja mest í því að taka aldrei neinar tröppur þannig að þú varst ekki neittur í að taka svona stór skref gast alltaf verið hlaupa og teipla þannig að og leyfa þér aldrei að byrja að labba að því leyfa þér einu sinni að byrja að labba þá labbar þér næst þegar það verður jafn nervitt 100%. Þannig að bara aldrei labba sannari orð hafa aldrei verið sögð. Er ekki sammála mér það? Þannig að en þetta er geggjað þetta er svo mikið test sko ég vil sjá líka ég vil sjá þetta bara vera trenda sem challenge bara BK challenge að reyna að ná tímanuðinum í esunni hægra megin. Það er nú svona menn sem eru alveg hlauparar sem eiga miklu betri tíma ég held að Kári Steinn í 21 mínúti í þessu eitthvað
Hvað rugg þú veist, það svo mikið Var ekki til í að fara það með honum bara Jú, til ég að bara sjá svona, hvar hann pressar Já, ég veit ekki hvar ég hefði mögulega geta gert þetta hlaup tæknilega gott Nei. að því ég pældi ekki líka mikið í þessu sko Já. og vissi nákvæmlega hvar voru að koma þetta og hitt en þú veist, hann er bara það góður Já, en svona er þetta með þessar hlaupara þeir eru svo léttir Já. og hvert skref þeir bara svona svolítið fljóta upp brekkurnar já. að það bara svona meðan þú kannski beint finnur ekki fyrir því þú finnur alveg hér, ég er ennþá með power en Já. þú ert að druslast upp með þyngd sko. já. Veist, ég meina að þú ert örugglega 20 kílóum þyngri en margir aðrir Já, einmitt Já, það er svo sem alveg satt þú veist, þetta hefur svo margt að segja að vera svona þungur eða, veist, ég er ekkert eitthvað klikkað þungur í 86 kíló Já. en það er sama, ef ég væri 65 Það er léttara það væri held ég aðeins léttara sko ef ég myndi haldi í capacity sko Þið fóruð niður frá bílastæðinu Já, upp og svo sett þegar við erum að tala um hægra megin þá er það sem hann er býðist að taka svona einhver tímapunktur sem þú getur farið svona beint áfram eða tekið beint til hægri og yfir einhverja brú Já. það var svo sett leiðin og bara beint upp á steini Já. og ef fólk nær undir 27-22 þá followar þú þetta tilbaka á Instagram Já. Er það ekki keppnin? Follow og goodie bag frá Virus Maður, ég fengið svona ruslatösku frá Virus drast sem þú notar ekki og ég hugsa alltaf, já maður af hverju ekki að taka bara eitthvað svona nýföð jú, ég get alveg nota þetta bara hvítar buxur úr einhverju tegiefni er ógeðslegur í þeim sko. Nei, þú veist, ángrín Já, líka þetta var hvað, ertu ekki farin að hlaupa eitthvað að gefa mikið, viltu ekki fá svona hlaupabuxur? Þetta er bara viðbjöður sko. Þetta var ógeðslega gott sko Já, ég á alltaf að gefa mikið eitthvað svona fæ alltaf sent nýtt stöf sem ég svona teka aðeins til hliðar eitthvað að því og svo gef ég fjölskyldum og hinnum Þú er samt alveg bara að nota eitthvað basic bara eitthvað basic bólur Já, þú hefur aldrei séð mig í grænum köflóttum ból að æfa eða fjólubláum og gulum stöfsum Nei, við myndaði nokkur sinnum fyrir væri sko, og þá þarf það að fara í eitthvað svona átvitt sem þeir eru búin að fyrirfram ákveða þetta er bara eitthvað svona stöf sem maður aldrei séð þig fara í nema fyrir þessa myndatöku sko. Já. En svo notaði ég bara stöfi sem ég elska frá þeim Já. Sválega Það er ekki hægt að gera öllum til gæðis með öllu sko Guðmingur, þetta er svo rétt sér Herðu, er sísoni byrjað aftur það? Já, í rauninni Ég bara byrjaði að æfa hægt og rólega byrjaði í fyrradag og svo er ég ekki aðeins, sunnudagur í dag þannig að svona smá aktív recovery í dag Já. Svo, Er það heilagt eða? Sunnudagur? Já, af því að það er engin keppni fyrir undan Já, ég er sunnudagarnir svolítið heilægir Ég myndi að spyrja hvort þú ættum ekki að gera þetta sunnudegi og þú hvað, já, geðið maður, þá er ég ekki í gymminu eða neitt og bara slakaður og... Já, en það er einmitt út af því þá svona væri ég ekkert að drífa mig að fara eitthvað annað Svo bara held ég að ég hringi á eftir í Jami og við tökum gott spjall, förum aðeins yfir þetta Open náttúrulega núna eftir 2 mánuði Já, miðan október þannig að það er fyrst skipti sem að þá sem er fínt fyrir mig, ég hef alltaf verið svolítið feskur í október-nóvember Veist, ég er svona þá er off-seasonu komið vel af stað og maður er í svona maður þarf svona kannski aðeins öðru sér áherslur út af því að maður þarf að vera í svona helviti góðu conditioning formi út af Open Já, einmitt, sem sagt að vera betri í léttari og lengri nei, ég veit ekki, ég kann ekki basically, ok, svo sem Já, þannig að ég get ekki verið bara sterkur og feitur ekki það að ég verði eitthvað að gefa feitur Regionals athlete, sterkur og feitur En já, það verður gaman síðan að sjá bara þú veist, þá er möguleikið að þið næla sér í miða inn á Games 2020 í október núna í Open Ef það gengur ekki upp og þá hefur þið sett optionin á því að fara á þessi sanction event sem að eitt er til dæmis RCC hérna í Reykjavík Svo getur þú farið hendur út allan heim Þau ætla að halda það 2020 eða ekki? Jú, ég veit ekki betur sko Var það skemmtilegt, keppa hérna heima? Já, það var geðveikt. Ég held að það er besta ákvörðin sem ég teki að taka þessa keppni að því ég var að hugsa að fara á Rogue Hætti við það, fór á þessa og bara vera hérna heima og bara fullstúka bara af Íslendingum og svo bara vinna keppnina og bara geðveikt Og þá var ég líka búin að fá svona þessa reynslu fyrir 2019 Svona mér hefði liðið örugglega ekkert það vel ef ég hefði ekkert keppt frá Open og að Games 2019 Skilur ekki svona geggja að fá eina svona góða keppni þar sem voru bara mjög góðir keppendur sko. Þannig að það var svona extra boost Til þess að ná öðru og fyrsta þarf bara að gera alltaf sama og halda sig góðum og þessar pínlitlu breytingar á þessum veikleikum Já, ég myndi segja það, að halda sig góðum væri númer svona 1, 2 og 3 að markmið mitt er að fá alveg eins uppsett ár maður alltaf veit aldrei en að líkaminn sé nokkurn veginn í 100% standi
og að ég sé svona hægt og rólega svona að vinna í þessu veikleikum sem að ég var að tala um áðan. Það fyrsta annars seti Games 100%. Pældi því maður, það bara núna ok, en 2020 það myndi lenda í 3. seti ég ætla ekki að krefja þeim að segja þetta en það vonbrigði? Ég held að sé ekki vonbrigði. Nei, alls ekki vonbrigði, aldrei, klálega ekki og bara fyrir það, bara nummer 1 og 3 ef þú ert orðin Games athlete þá það bara út af fyrir sig geggjað en ég bara komið með aðeins hærri standard já. Og ég væri líklegast bara svona já með 3. seti en svo þarf maður náttúrulega líka að sjá hvað gerist á árinu. Einmitt, þetta gæti orðið eitthvað hádram eins og með regionals í fyrra 5. seti var bara geggjað. Já, besta regionals lendi 5. seti og ég var búin að vinna bæði ár það var bara Evrópukongurinn og síðan 5. seti og það var bara geðvitt út eða stemdi í bara að þú verður ekki að fara á leikana. Já, ég var bara 17. eftir fyrsta daginn eða eitthvað en svo bara á þetta bara eftir að vera að sjá bara hvernig árið þróast skilur og hvað að gerast og hvernig gengur í open og bara nummer 1 og 3 bara að halda þessu momentumi sem búið að vera í gangi og það rauninni bara ekkert sem að standa í vegi fyrir því sko. Þannig þú ert bara að fara að vera læstunir í kjallara að drepa þig. Já, það bara svo þess eins og Lionel Sanders. Já, sá kongur, það var miklu mestari. Hann að keppa núna leiðu þetta viðtalið búið, þá erum við að fara að kíka hvernig hann gengur í Mont Tremblant. Líklegast að hann sé að hjóla svona 400 vöttum bara alla leiðina sé búin að ná í gott lít þú liðið mér illa að hugsa um þetta. Já, ég meina hann líka hefur séð vídeo, eitt af fyrstu vloggunum sem hann gerði, það sem hann að tala um hann að taka einhver svona interval sem bara einhver viðbjóður. Já, bara power outputið bara astnalegt. Já, bara svona síra hann bara læðist að eftir nokkra sekundur og hann bara heldur þið út og hann bara ég held þetta komið gott og síðan bara svona áttar hann að segja á því hvað hann að segja hann bara svona, hei, heyrðu þetta hérna ég að reyna að tala mig eitthvað úr því að hætta þetta er bara the mind að reyna að segja hei, er þetta ekki komið gott? Nei, ég verði að halda áfram, ég bara svona að tala við sjálfan sig og maður er bara, oi maður, þú ert á dimmum stað sko. Ruglum stað, þessi gaurar sko, þetta er mental toughness sko. Já, og eins með þetta og sko, já, það er náttúrulega kannski það sem er svona heillandi við þessi endurance sport sko, er hvað þetta þrauka, sökkaðan, ég meina bara eitt af magnaðasta sem ég hef heyrt í þessum podcast-seri, eða þessari podcast-seri allri er þegar Kári Steinn var að tala um að hann hleypi marathon og eftir 5 kilometra líður hann ömurlega og maður bara svona ímyndaður að líða eftir 5 kilometra og eiga 37 eftir. Það er svo langur tími. Já, það sem ég er að segja, bara þú þarft bara að reyna að þagga niður í sjálfur. Já, og þetta er svo langur tími og þið líður svo illa í hennan tíma og þú veist, ef þú bakkar off þá er þetta búinn. Já. Og þú þarf bara, ég þarf bara að vera þessu peysi og mér líður hræðilega á því. Já, og þá byrja að læðast alltaf upp að líka ég held þú getur ekki held þessu út ég held að þetta sé ekki þinn dagur manstu, þú varst eitthvað tæpur hérna þetta byrja bara svona alls konar drasla að læðast það var pínu illt hérna, kannski geti ég bara að hægja mér, svo bara einhvern veginn halda þessi gaurar áfram, ekki mál Já, einmitt, þetta snýst kannski líka að þrauka aðeins og líta síðan aftur á klukkuna og bara svona ok, en þetta, það er svona kílómetri síðan ég var að hugsa þetta það er náttúrulega ekki svo langt síðan eitthvað ok, tökum 1 kílómetri viðbútt, síðan ertu bara svona ok, það eru 20 kílómetri eftir, ok, ég er hálfnaður þá byrjar þetta náttúrulega að vera aðeins svona, þú veist, auðveldara eða svoleiðis að þú ert komin alla þessa leið Já, þú þarf bara svona stundum að ná að gleyma þér í æfingunni sko. En ég er eins og að hugsa með Eliud Kipchoge sko. Það er líka það sem ég dyrka við, þú ert crossfitari en þú veist samt alveg eins og bara með Lionel Sanders að maður getur respektað svona íþróttamenn í einhverju allt öðru sporti. Já, ekkert smá. Og maður sér fann að leita svolítið líka að því núna er ég kannski top 3 í heiminum í CrossFit og þú veist að þá fer ég að leita í öðruvísi. Þú veist, ég leiti ekki lengur í það að ég er og reyndar og var bara mesta Rich Froning fan í heimi og þú veist það var fyrst. Svo núna er ég bara fann að skoða bara hver er bestur í þríþraut í heimi, hver er besti marathonlauparinn, hver er sterkastur, hver er besti sundkall í heiminum og bara svona skoða aðeins Olympiska liftingar það er búið að vera forever sko. Það er búið að vera forever, það er satt og þú veist, svo fer maður að dyrka þessa gaurar svo mikið að maður fer að bera sig kannski saman við þá og þá ertu bara tjöðlir í lillur maður í hlaupum Já, einmitt, eina vitið líka Já, ég held að maður sækir svona einblástur þaðan í þessa gaurar sko. En líka ímyndar eins og fyrir Eliud Kipchoge að ætla að hlaupa undir 2 tíma hann er að gera aðra tilraun til þess Hvenær er það aftur? Það er í október Þú veist, við erum að tala um þessa pælingu þar sem að þú er kannski 1 af 500 manns að fara af staði í einhverju keppni
og þér byrjar að líða illa og þú ert með pressun á sjálfið þér en þarna svo mikil utanaðkomandi pressa að það er búið að negla niður einhverja dagsetningu marga mánuði fram í tíman láta endalaust af einhverjum peningum í þetta og það er bara í fyrsta skipti í sögunni verður þetta gert á þessum tíma og hann er núna bara heima á sig bara hérna skulum ekki hugsa aðeins svo mikið út í þetta þá fer þetta bara eitthvað að stressa mig eða skilur, hann er bara með það er bara allir að bíða eftir þetta gerist til þess að sjá hvort hann verði fyrst í sögunni til þess að ná að hlaupa undir 2 tímum og hann er bara jákvæður skilur, hann er bara ekki að hugsa þetta of mikið en samt að ná að höndla þetta en bara asnalett og þetta er kannski það sem að Fraser finnur líka fyrir sem er kannski pirrandi að einhverju leiti að þurfa alltaf að vera gæinn sem kemur inn í keppnina og það er allir einhvern að tala um að þessi sjálfgefið að hann vinni og þessin er talað um að þessi kalt á topnum sko. Nákvæmlega það er bara þetta en það held ég að sé smá holdt fyrir hann mér fannst þetta mjög gott sko. ég er ekki að grínast ég held ég að við aldrei búið mikla veringu fyrir Fraser og núna Nei, ekki heldur út af því að hann sýnir að aðrir geta tekið hann hann sýndi að hann er með hjartað í það allavega að ná fyrsta sæti hann þarf ekki að vera með 200 stiga lít til þess að líða vel og halda áfram að gera það sem hann er góður í heldur er allt í lagi komin í síðasta daginn var ekki fyrsta sæti, vann samt maður svona það var svona einhver mannlegri hliða á þessu klálega, ég er samanlegar og ég respekta fáralega mikið ég hef líklegast alveg rétt, ég hef ekki respekta hann jafn mikið eins og núna eftir þetta ár hann líka þurfti að vera smá humble eins og hann var að tala um eða þú varst að tala um að hann kom til þín og var eitthvað að spjalla og svona svona, ég verði úr anstæðingur hann er farin að svona taka eftir því sko. Voru þið með eitthvað plott á Nóa undir lokin eða? Voru við með? Já, hann bara sagði að bara, viltu ekki reyna að koma hérna upp á milli mín og Nóa og ég gerir vel við þig ég bara, jú, en ég þurfti svo sem ekki að hugsa um það þannig, af því að markmið mitt var alltaf að reyna að komast upp fyrir Nóa og ef ég gæti þá myndi ég reyna að vinna Fraser skilur og það endaði þannig að það var í einhverjum 3 votum það sem ég kom upp á milli og þannig sé tapaði Nóa stigum á því og Fraser geinaði og það var út af því að ég var á milli og það gerðist í 2-3 skipti þannig á síðasta deginum Hvað vot var erfiðast á leikunum? Það líklegast að hlaupa bakpokan sko. Bara tók það mest hann Já sko, því að við vorum með bakpoka og það er lóð aftan í pokanum og lóðið er alveg upp við bakið þar og þetta eru 4 ringir 6 kilometrar og þú bættir alltaf við einu poka í hverjum ring og eftir komin svona halva ring þá byrja að blæða á bakinu þegar lóðið var að nuttast í mjóbakið og þá bara myndaði sár hérna aftan í og svo hljópi bara ég er í svona 5,2 kilometra þannig að lóðið var alltaf svona að fara upp og niður og skrapa mjóbakið svo alltaf bara svona meiri þyngd að skrapa í mjóbakið svo er bara fyrir að blæða á bakinu sko. Svo svamaður skilur alltaf náttina fastur af því að sárið náttúrulega er opið bara í skilur dínunni og erfitt að setja plástur og mjóbaki að þér það fer bara af og svo bara vaknaði daginn eftir bara alla dagana bara þurfti að svona rífa mig aðeins úr rúminu skilur rúmið var bara svona gullt og ógislegt sko. En ég fekk svona ekki í sýkingu sem betur fyrr En þetta var þá ekki tók þetta mest úr þér eða fannst þetta að vera svona andlega erfiðasta? Já, þetta var svo ógislega heitt þetta var 6 kilometrar með ógislega þunga bakpoka bakinu í 34 gráðum og miklum raka þetta var svo heitt einhvern veginn, grassi hittnaði eitthvað svo mikið og það var svona þetta var held ég erfiðasta votið á games sko, svo leiðis sko en ég meina svona þessi löngu ívent eru yfirleitt svona ógeðslega erfið sérstaklega ef þau eru úti sko sérstaklega maður hittna svona geðveitt mikið sko en ég samt vanur ég að díla mjög vel við þetta sem er ótrúlegt sem er í rauninni ótrúlegt en það er samt því að þakka að við erum að fara út svona snemma þú verður eiginlega bara aðlaga þig það er pottet bara því að þakka að við förum út og þú getur ekki gert þetta heat training á Íslandi sko þó svo að það dotti í 25 gráður einu sinni í sumar í Ásbyrgi eða eitthvað það er ekkert eitthvað gönnum í Ásbyrgi og tökum góða það er alltaf í Ásbyrgi alltaf hitandi í Ásbyrgi það er engin þar
Ég fór undir í Ásbyrgi helgina eftir. Það fallegasti staður í Íslandi, eiginlega. Já, bara undir rigning og rók og svona 8 gráður. Já, ok. Ég mist af hitabylginu. Já, það var ekki sett hitamætt í dag í Ásbyrgi. Stóri Björnssonar. Já, bara næstu í snjór, sko, þetta var ömurlegt. Já. Herðu, gamli. Það bara sushi og Coke Zero og alltaf daga þangað til að open preppið byrjar. Já, það bara svoleiðis. Það fær náttúrulega einn Japani hjartaáfall í hvert skipti sem ég kallaði þetta sushi sem þú ert með. Það er eitthvað svona majónes sushi, djúpstektur biti eitthvað. Þetta á bara að vera hrár lax og grjón. Já, bara ekkert annað. Bara semi-rice cake með lax. Já. Herðu, Nóa rice cake, sko. Gangið vel í sísonu. Takk fyrir það, vinnur. Ég vil sjá þau taka silfrið, sko. Já. Gullið, jú, allt í lagi. En silfrið fyrst. Já. Það er nóg eftir, sko, ég er ekkert að hætta í CrossFit. Nei, ég veit það. En mér finnst líka bara svo næs eins og núna þegar að ég fattaði bara hvað skiptir miklu máli þegar þú sagðir að líkaminn væri bara heill. Og bara svona úr tilbúin í lótið. Það bara svona, herru, ég get performað eins og ég vil performa. Já, það er mitt, nákvæmlega. Já, þetta er svona, það setur í mér að núna muni gera allt til þess að halda þessu alltaf í lagi. Já. Það er það sem skiptir mestu máli. Já, en þetta er líka spurning um það og það er kannski sem er aðdáðanverst við Freyr, hann er búin að mæta þarna 4 ára röð og hann er alltaf heill. Já. Og bara veit hvað hann er að gera. Já, og oft snýst ekki eitthvað hver er í besta forminu á sínum besta degi, heldur bara hver er í besta forminu á CrossFit Games 2019. Já, okkurlega. Af því að það verður engin, þú getur ekki gert það aftur á morgun, það er bara eitt sjens. Það er bara eitt séns, sagði Björgvin Berg Guðmundsson, crossfittari og motivational speaker. Herru, til hamingju með þetta aftur, góði leikar hjá þér. Þú ert búin að sukka nóg, þannig að nú er komin tími á að bæta sig. Já. Og við viljum sjá bara, ég ætla ekki að segja ég vil sjá þig í öðru eða fyrsta, ég vil bara sjá þig heilan á leikunum 2020. Já, hvernig er það? Það er krafa sem ég má láta. Já, það bara er mjög gott markmið og bara takk kærlega fyrir að hafa trúað því að ég geti verið heill á næsta ári. Ég er full að trú. Björgvin Guðmundsson, takk fyrir spjallið.